Við erum búin að koma okkur fyrir velkomin að skjánum góða Túborg og gull á borðinu. Túborg sá græni sem góði á tilboði hjá Smáríkinu, 20% afsláttur og nota kóðan DOC. DOC kóðinn. Hvernig ertu nafni? Frábær. Já. Kili, hvernig ertu? Góður. Já. Mjög og Gunnar Birgisson. Frábær, alltaf þegar ég sé þig, þá ég frábær. Já, gott að heyra. Heyrðu, hvernig fannst ykkur þessi leikur í hátinu? Fannst ykkur ekki stórkostlegur? Jú. Sá hann ekki. Ég sá hann ekki, ég var að þjálfa í fífunni. Hvað það semst þannig að Krista Barra skemmst í 2-0 og það sem mark frá Kevin De Bruyne beint úr aukaspyrnu sem að fleiri söllu saman af stað og þeir vinna leikinn 4-2. Leikmenn Manchester City. Ederson meittist eitthvað að enda hann út af eða? Já, hann endaði út af. 71. sá ég var ekki að skoða þetta. Já, þetta endaði 50 ásíkil. Þess Bráð brunlega á City, það er mjög augljóst að hann er að reyna að búa til eitthvað fyrir næst tímabil. Já. Nico Riley þarna. Og McAtee, og báðu skoruðu. Já. Það er rosa kraftur í þessum McAtee og sem sérstaklega sem Riley fram á við. Já, ég held að City bara sé komið að þeir fara að nota gæðina sína sko. Það er ekki að senda á eitthvað annað, þeir sem Morgan Rodgers og fleiri. Heldur betur. Eigum við að kíkja þess á hvaða leikir eru í dag. Það eru 3 leikir í Premier League. Sjá alltaf þess að. Erum við komið með þetta á skjáinn? Já, Bjarki Viðarsson mættur sem Super Subscriber. Vá. Kongurinn sjálfur. Hann sendi á mig sko í morgun hvað hann væri spenntur að fylgjast með sko. Hann er bara allur dagur hann að spyr í þetta sko. Já. En það er hann frábær. Ef að kíkja á þetta þróar. Ef að kíkja á já, hann er þetta komið. Hér sjáum við byrjanliðin hjá Brighton og Leicester. Þú ert spenntur veit ég fyrir þessu Leicester-liði? Ég? Hvað sjá? Það er gamall maður að reyna að taka. Hvað sjá? Býðast, Já, þetta er lestilið, þetta er skemmtilegt með þetta kongi sjálfum vort í ótrúlega spennandi dæmi sem að Rúdvan Eysturoy að stýra þarna hjá Leicester. Já. Við gerum bara ráð fyrir þælum Brighton sigri hér. Nú fyrir svo í næsta leikin, þetta er stóru leikur dagsins, þetta er Nottingham Forest á móti Everton. Fjórista leikur. Hildi leikurinn okkar. Já. Þetta verður hörkuleikur. Það verður eitthvað barningur í þessu held ég. Það er eitthvað undan að láta. 2-2, 1-1, minnstu þannig fílingur. Já. Mér finnst líka að vera aðeins að gefa eftir Forest. Heldur betur. Og svo er þriðji leikur og hann hér og það eru þínir menn, dýrlingarnir, nafni. Já, það ég einhvern veginn, ef það er eitthvað sem er örugt í þessum heiminn þá er það svolítið ekki að fara skora í þessu leik. Nei, hann komið samt með 1 mark í Premier League, átti erfitt uppdráttar í París í vikunni. Já. En verður gaman að fylgjast með stráknum vonandi, hann standið sér vel, vonandi vill einhvern takan, það er að segja. Það er og heila ef mánuður. hann skorar í dag, þá tvöfaldar hann marka reikningin sinn fyrir Villa Það er þinn. hjá í Premier League. Já. Ætti hann ekki að breyta? Nei, hann alltaf... Hann áttur með kannski Hann auga er Champions League, sko, en mér finnst hann eftir að breyta meira jafnvel. hugsa ykkur, þeir voru Þetta er nú bara, frábært lið hjá Villa. þeir voru bara nokkrum sekundum frá því að labba út frá París, bara með nokkrum fín úrslit. 2-1 er allt annað dæmi. Já. Þetta, þú veist, þeir eru einhvern veginn með París örugglega aftur að dominita leikin og þeir þurfa að sækja mörk, það verður mjög erfitt. Já, það held ég. Og, Asensio, Onana, Tielemans, Rashford. Já, þetta er bara... Mér hefur þessu lið. já, þetta er gott lið. Ég sjá við þetta allt saman. Ég segja Sunderland, Burton Albion og Lincoln City vinni. GB með þetta einfalt. Það eru hans komlu félagar í Tindastóli á móti Stólarnir taka völarana. Ég var að renna þessu í byrjunarlið. Er þetta eitthvað bara veiki eða er þetta eitthvað? Þú segir mig það. Nei, já, mínir... Er þetta faglegt? Já, mínir heimildamenn segja að Stólarnir séu bara mjög líklegir. Og ég Þú meina... ráði í faglega speklinum í morgun Já. og tókst það. Já. Erum hann að tapast þessi? Og ég meina, þú veist, það er hérna búið að smala saman nokkuð öflugum útlendingum í bland við svona unga og efnilega skaffirðinga. Já, hvað er þetta? Er það að spila 8-3 regluna það? Stólarnir. Ertu það að tala um 8 útlendingar? Nei. Það eru hérna 1, 2, 3, 4 og 5 í byrjunarliðinu. Við splittum þessu 6-5. Þetta er svona meiri hluta móti minni hluta. Strákar, já, maður sjá Kelly og Nafni, kannski þið útskýri eitthvað mál. Já, ég er bara að vilja skora alltaf 2 og umulega sóðandalið allavega. Brighton jarða Leicester í nokkuð svona. Stockport er bara svona pett og Geta fer helviti öflugur á heimaðalli, ég tók þetta úr því. Naflin. Við sko, ég nefnilega máli er nefnilega... Hver er svona vitleysur? Nei, hlusti aðeins, máli er nefnilega með mig, ef ég klikka
þá fer ég bara to the drawing board og ég breytum taktík. Já. Nú ég komin með aðra taktík. Þarna ég sko, Tílimas alltaf að fara að setja 1 skot á markið. Gibbs White alltaf að fara að skjóta 2 í leiknum. Síðan sjá Pedro að fara að skora. Já, þetta er spennandi. Það alveg fínt, ég sé menn vera að taka á þessu, sko. Getum við gert eitt live bet bara áður en við byrjum? Getum við sett á, séns að setja á Rashford to score bara? Já, það var ekki. Og kannski mögulega svolítið duglega bara. Það er svona, hann kom til mín bara akkurat núna. Rashi, hann getur líka verið með vítin. Hann verið með vítin í dag. Já, pottet. Já, Olli er ekki þarna, já. Já, hann er með vítin. Já, Rodgers. Er þetta Þetta er aðeins ofan á þetta cheeky bet sem þú settir á. Já, þetta er... Það var að dottið. Cheeky bet, þetta er ekki nei. Já, það var fyrsta Premier League marki kem ekki fyrir í apríl. Það var nú rugglað. Það datt í mars. Nei, það kom ekki fyrir í apríl. Það kom í apríl. Það kom 1 í FA Cup. Já. Á móti einhverju neðri Nei, var ekki 2. Já, var ekki móti hvað? Preston, já. Það voru Preston-strákarnir með flott lið þar. Stefán Teitur og félagar. Bildirinn er hér og Kili er með Chris Wood skorar naflinu með yfir 6,5 mót. Takk fyrir það. Já, nafli Ég er special. með Ítessa Njöppi special. Gay og rautt spjald. Everton, to happen. Gunni. Ég held að þeir missi hausinn. Ég held að Nottingham Forest vinni. Ég held að þeir missi hausinn. Við Hjörvar, við hittust í morgun og við skiptum taktík. Hann fekk að saman gulaspjaldið og ég fekk að velja hversu margar hotspinnur í leiknum. Heldur betur. En býtu, herðu, fara þess tilbaka. Bettin okkar vinnast á sama tíma ef Idris Gueye fær rautt spjaldið ekki? Jú, hann fær beint rautt. Já, flott. Þá saminustu þar. Já. Hitt dottið og hann fær rautt. Sjá væri best ef hann myndi verja með hendi á línu og Chris Wood tekur víti. Og svo klikka hotnin. Nei, svo vera hann í hotn. Skallar niður hotni. Já, ekki öll vitleysinn eins. Hefði drepið naflan að mæta í James Bond gallarum. Hann í Dóttum fútból svörtu söndunum enda mótaður af svörtu söndum allarsafsins. Það er bara þannig. Nefnilega fara flösku 10. helgin í röð, já. Já, en 10. helgin í röð, það er bara vel gert en það ætti að vera 30. Já, það er verið að draga eins úr þessu með 10. Baldvin Jónsson var ára Gísla Martin var sklæslu. Takk fyrir það, Baldvin. Love you, love my fans, I got the best fans. Ég hef búin að segja þetta í 10 ár og þreytist aldrei að segja þetta. Nú, Ég hugsa við Sociedad menn sem að fara að gera mannabreytingar í brúnni. Það er frábæri fréttir fyrir Óskar. Já. Nei, Orra. Ímanol og Óskar örgulega líka. Ímanol Alguacil. Ég ger nú ráð fyrir að þetta hafi nú verið hans síðasti leikur. Já. Hvað gerist núna? Þetta er búið bóðslega þreytt. Sociedad töpuðu 2-0 heima á móti vinum okkar í Mallorca. Já. Gaman að vera á Mallorca en ekki gaman að tapa fyrir þeim. Nei, þetta betur ekki. Þessi leikur einmitt fór fram í Baskalandi. Svo stöldið aðeins brotið eftir ferðarlagið á Old Trafford. Þessi frægileikur. Nú, það er meiri í þessu. Svona leiðilega frétt fyrir pjúristana. Ég veit að þetta fer á bleitlaði Sigga Sörens og vinni hans því að Sheffield United, þeir töpuðu í dag og eru kannski ekki á leiðinu upp. Já. Töpuðu fyrir Plymouth. Já, bara takk fyrir það. Það hefur verið ríkalega gaman að fá Sheffield United. Maður var að gæla við að fá það loksins og aftur upp. Leedsarnir unnu líka. Þeir eru konum með 5 stiga forskot eins og Burnley. Já, heldur betur. Góð vika fyrir Leedsarna. Svona Harald og Jóni vill halda þessu á faglegu nótum. Hvernig líður nafnunum? Hvernig líður? Mér líður bara mjög vel. Það var bara karfa í gær og bolti í dag og þetta er bara skemmtilegst í tími ásins. Eru hérna í körfuboltanum, þar eru Njarðvíkingar. Þeir eru fannin að býta frá sér. Heldur betur, gerðu það. Tóku Álftnesingarna og bara flengdu. Var þetta gjaldkermóf? Nei, þessi leikur, þetta er momentum switcher. Þetta var rosalegt. Ég mætti bara í hálfleik og eftir ég mætti þá skoruði Álftnesing í 6 mínútur og Njarðvík sett heldur 24 stig eða eitthvað. Þetta voru 25 stigur, en í rauninni 9 aðeim komuð þegar þú varst á leiðinni. Þetta var 9 stig í rauninni, þeir enduð fyrir hálfleik að gera síðustu 9 stigin. Opnuði síðan setni í svæðisvörn og síðan ekki söguna meir. Þessi er rosaleg. Það var að koma mynd í hús, tjekkja þetta. Já, það vantar satt svona Hrafnkell Freyr Bandstrik Engasafn. Byttum, hann er með eitthvað sigraðan drikk sín í smerðan Leifstöðun. Brjánsinn sjálfur, Johnny Sins, Körfuboltans á Íslandi og Daniel Rúnarsson. Þetta eru gæðinu er tekin úr iPhone barnasímanum mínum, SG. Þetta er bara eins og kaupfélagsímanum. Ég og Gunni erum harðir Samsung-menn og við þurfum gæði.
Kili, Þess vegna er svo erfitt fyrir okkur að vera á þessum mainstream samfélagsmiðlum af því að það er engin samfélagsmiðlar sem að lesa myndgæðin í Samsung-símanum. Nei, þau eru of góð. Já, þau eru of góð. Maður sjá... Það er ekkert mál fyrir að taka heilu bíómyndar í 4K, sko. Já. Hvernig líst ykkur á þetta hjá mér? Ég er nefnilega, þetta kallaði 0-0 tryggingin. Þannig að það var eitt af leikjónum 3 en 0-0 í fyrirháleik, þá var ég í business. Þetta er bara skemmtilegt. Þetta hann er sniðugur naflinn. Já. Svona businessman líka. Nú, sko, ok, það er 2-1 þarna fyrir Álftanesi. Mögulega var þetta gjaldkeraleikur hjá Álftanesingum og bara fá peningi í húsið góða. Já. Brjánsi lúkkaði ekki þannig, hann var bara komin hann niður í hotni eitthvað undir lokleiks, eitthvað svona eiginlega félagsskip. Hann senda með 10 hlátukalla þannig í morgun, þannig að... Var það 10? Já, það voru 10. Hann bara ding, 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 ding. Herran allavega, svo minnkuðu íringamunin. Já, það voru senur í þeim leik. Það var nú líklega gjaldkeraleikur. Nei, sko, ég var að tala um að Kristján Fannar það klikkaði þessu víti upp á gjaldkeraleikur. Það var enda rosalegt. Nei, öfugt náttúrulega, því næsti leikur er í Breiðholti. En fyrir þá sem ekki skilja, þá var Stjarnan var 2 undir, það voru 1,7 sekúndur eftir, einhver víti og það blæður úr Júlíus Orra, en hann þarf að fara út á og getur ekki tekið vítið, þá kemur maður á bekknum sem hafði ekki spilað eða bara sekundu í leiknum, brikkar fyrsta og... Er það ekki þannig að, sko það er þannig held í NBA, þá má hitlið velja? Nei, það er held ég bara einhverju bandarísku bíómyndum. Ertu viss? Er það ekki? Ég er nokkuð viss að hitliði megi velja vítaskittu ef hann getur ekki tekið vítin þá held ég að hitliði megi velja vítaskittu það gerðist með þessi San Antonio leik held ég bara daginn. Já, ok, en það er bara þannig í Evrópuboltanum þá er það þannig að það bara liðið fara að velja þann sem er á bekknum. Það ég fór í 2-faldan Njarðvík og IR sigra í gær ég segi bara takk, segir Hafþór Pálmi Oddsson. Nú Keflavíkur búin að klára sitt dæmi og svo 4. viðureignin, Tindastóll búin að klára sitt dæmi og hvert var 4.? Hver er 4. leikurinn? Það er Valur Grindavík og það er nefnilega Grindavík vann í N1 höllunni. Og það var heldur óvænt. Þeir voru búin að tapa 11 sinnum í röð í þessu heimili. Unnið í 12. skipti. Er ekki Grindavík hefur ekki tapað í playoffs í Smáranum? Er það ekki þannig? Nei. Ég held að sé þannig. Ég var að reyna mundi... Hefur heimalið þá aldrei tapað leik í Smáranum í the playoffs? Grindavík, nei. Nei, ekki Breiðablik. Við Blikar töpum 2009 á móti KR heima. Þeir eru nokkuð 2-0. Fóru var Breiðablik? Já, Einar Árni var að þjálfa. Rúnar var point guard. Rúnar Ingi. Það var aldrei sér uppgangur. Svo bara fjall áður eftir á voru þeir allir farnir í Njarðvík aftur stráðanir. Mættu Fannar Ólafs og Jón Arnór. Já, þetta var rosalegt lið. Muni eftir 2017 þegar vorum flautaðir og leik. Blikarnir fenguð tech í Hafnarfirði. Það var rosalegt. Og við vorum næstu konur í útleikina, þá held ég að Hlynur Bærings hafi sett stig undir lokin sem kom Stjörnunni en ekki okkur. Já. Á ég ekki að hringi í einhvern á Sauðárkróki Gunni, hvernig er Bjarli? Hvaða færi? Hvernig má ég heyri á Sauðárkróki? Það er bikarleikur þar. Það er Tindastóll á móti Völsungi. Arnar Skúli sé ekki á leiknum. Já, heyrum í Arnari Skúla sem er staddur á vellum. Við heyrum í honum hérna rétt á eftir. Það er auðvitað stóri leikurinn í þessu öllu saman. Nú, Tindastóls stuðullin hækkað verulega. Nú? Já. En byrju, já. Ég er að renna hérna yfir þetta er nú undlið sem að völararnir eru með. Sýnist vera... Ég er með mann að ringi líka á eftir ef við erum með döðan tíma. Adam Ægir Pálsson hefur fréttir að færa. Já. Adam Ægir Pálsson hefur fréttir að færa. Hvað er kóngurinn? Hann er bara á Ítalíu. Elvar Árni er ekki með sig. Það er ekki snertiskjára þessari. Maður sjá. Adam Ægir Pálsson. Ringið hann á Facebook? Já, bara hann fýlur það. Svaraði pottitt. Já, ég meina, þetta er bara Hjöpsinn ringir. Hann er hér. Hann er on the line. Góðan daginn. Arrivederci. Herra Adam, hvað segir hvað er að frétta það, drengur? Bara allt gott, en þú kallið minn. En þú? Ég er bara góður. Prego. Grazie mille. Ertu að koma heim?
Já, ég held að það er staðan, sko. Já. Það er branni. Heim í Val? Já, ég er bara heim í Val. Það sem ég líður best. Það sem ég líður best. Hvenær hérna your fans, munið þið sjá það á mánudaginn spila það? Nei, ég held ég náði því ekki, sko. Ég er ekki flug á mánudaginn, ég náði ekki, sko. Ég ætla að reyna að fljúga á morgun, en ég flýg á þriðjudaginn heim. Andskotin, er eitthvað millilendingar eða eitthvað? Nei, ég myndi nú ekki mæta beint í leik, sko. Það var ekki alveg... Er það ekki samt að væri það ekki samt að sleppa við Óskar Hrafn Kukkmöður. En hérna, líst þið vel á þetta á Val? Já, ekki, er þetta ekki bara flott það? Ég held að það sé bara... Þeim vantar einn AP, þá er þetta bara negla, sko. Já, ég held að það sé ekki spurning. Þannig að, hvaða treyju myndu taka? Ég minna að Gylfi stál 23 á mér, maður ekki taka hann tilbaka? Búm! Já, fórst að í 45 í 1 ár og mættur aftur í 23. Shit, ég er til að bara taka 7 á Arn Jó, eða ekki, þið er alltaf að heita á hann, ég tek bara 7 á hann og hendur hann á bekkinn. Já, það er, sko, hann er að taka við allt og miklu, voru að mæta þarna á Hlíðarenda og knúsa hann duglega. Já, Heiki, ég heyri heldur mikið að heita á hann eins og það, þú veist að hann að bakka hann upp, ég fíla það. Ég er að bakka hann upp, það er minn maður og það er alltaf þeirra mennir í brekku, þá er einn maður sem bakkar á upp. Já, það er þú alltaf mættir. Já, þegar þú varst í Selfossi, allir búin að afskrifa þig, þá var ég að bakka þetta. Já, Keli er að heita á Arnald tímaninn að það gengur illa. Já, Keli hattar alla. Nei, hann elskar að pía, ekki þegar þú heyrir ekki. Þá voru hnífandi mættir. Hann er bara söguna sem er í húð og hár. Læt alla heyra það. Ég takk hérlega fyrir að taka síman og við sjáum þig á Íslandi. Guð blessi þig. Já, sömuleiðis, gaman að heyra ykkur. Sömuleiðis, bye. Ég styrkur fyrir Valsmenn, það sárlega vantaði eitthvað í þeirra lið. Nú Adam Ægir Pálsson á leiðinni heim og nú það eru leikirnir allir fattir að stað. Vorum við eitthvað að gefa fyrir fyrsta markaskora? Sko, fyrsti markaskora, það er engin komin. Ég var að setja fyrsta Premier League markaskora, páskabolti og svo sem vinnur þetta að vera á komingað. Komingað, sækjan. Ok, fyrsti markaskora, bang! Let's go! Í Premier League, enn skúrustildinni. Nú, þeir sem eru klókið setja á rafn. Hvað er ekki það? Vá. Stoppbort lendir undir. Stoppbort lendir undir. Ég sem nærðildi mér hræðir. Verðu! Ég sagði ykkur það. Það var engin annar að tippa á Burton Albion í Evrópu. Þeir eru líka alveg stuðli. Já. Þetta kallar ég að lesa leikinn, drengir. Það er Dunja hérna einn, Rashford er vinsæll sem fyrsti markaskorari. Já, eðlilega. Það er gaman að sjá að tjattið er að loga og síni okkur hvar er það að horfa á þetta. Er þið í golfhermi að horfa og með Doxon í gangi, hvernig sem það er? Notið þið kóðan hérna, hashtaggi Doxon á X-inu og síni okkur hvernig þið eru að horfa. Voruð þið búin að sjá AI-myndin af gaurunum fyrir austan sem voru að horfa á Manchester United leikinn? Nei. Þeir sem voru með 214. Já. Það er ekki Höfn í Hóndaveri, já. Það er AI-mynd. Sjá þetta. Fyrir austan. Nei, það er ekki AI-mynd. Nei, það er ekki mín. Búa til AI-mynd. Já. Ert þú ekki í AI? Jú, ég er mikið AI. Ég er nefnilega svona orðin mikill AI-maður. Ertu í ChatGPT eða? Ég er í þessu öllu. Já. Ég er í gronkinu mest. Já. Gronk. Ég segi alltaf, ég ætla að gronka þetta. Og það spækar í símarum. Það er eins og ég segi, það er ógeðslega skemmtileg mynd á þeim félaguna sem að gerfugreindin hefur, hvað er eitthvað sem hún getur ekki gerst þar, gerfugreindin? Nei, er það eitthvað? Ég held að það sé fátt, sko. Gervigreindin. Hún er svo skemmtileg. Hún er svo skemmtileg, þessi gervigreind. Hún er svo skemmtileg. Herra, það var eitthvað gaur búinn að gera svona aksjón kalla mér sem að var þarna var hægt að senda aksjón kallina mér á Bullis. Já, græja hann. Ég er ánægður með hann. Ég er aðeins feitari þarna en mér langaði að vera en það er bara, maður er bara að díla við það. Anskotin, ég verið að setja aðeins á því. Já, ég er með þarna. Ég er svona meira svona eins og kall heldur en leikmaður, sko. En það er bara að hafa það. Það er komið, Bullis, það er komið mynd á okkur. Má sjá, Everton að sækja, nei,
Nafli, hvað leik ertu að horfa á fyrir mig? Engan? Forrest Everton. Já. Ég held að Keli, ég var að treysta á að Keli væri með eitthvað í gangi hérna. Þetta þessi glæsilega actionfígúra hérna. Má sjá. Hversu flókið var að búa þetta til? Ég veit alveg hvað leikið. Kostakaffið, Benni fyrsti markaskorari fyrir norðan, já það gott bett. Sjáu hérna. Já, actionfígur, hérna, Kosta, fótbolti, docktilbúið og mækurinn góði. Ég sá að þú hendir eftir afturhaldingu þegar þú varst að búa til þessa treyju. Nei, þeir voru hendið til mér, sem betur verið var ég með release á undan. Já, það mátti ekki miklu muna. Það var hrikalega, það var svo sterkt að vera og svo bara, eins og ég segi bara, með fullri virðingu fyrir Jakko. Já. Þá það ekki alveg. Nei, og líka að því þú ert svo góð manneski að þú ert ekkert að fara í einhverja lögfræðideilur við aftur. Það er ekki alveg þessi töfrar. Nei. Það er ekki alveg þessi töfrar. Heyrðu, hérna sjáum við mína menn horfa á leiki. Já, djúvill þessi góð. Þetta stórkostleg mynd. Það er sem mjög góð. Þeir sita og horfa. Sko, heyrðu, prósar í pullinu þurfum einhvern veginn að gera sér bara ferð á austur og horfa á leik með. Já, ángríns. Það er bara og drekka svona 30 Já, við þurfum að halda þeirra standard líka. Já. Við þurfum jafnvel að fá smá svona fyrirvara á það en við getum verið í góðu svona drykkjarformi. Já. Við erum búin að æfa okkur heima. Já, heldur betur, nei, Gulli Ernir Ragnarsson nýr skískræfa. Geðvett, takk fyrir það. Takk hérlega fyrir það. Það er ekki ennþá komið mark í þessari deild. Hver hefði séð það fyrir? Sláinn. Tindastóll sækja upp hægri kantinn og Benjamin Gulluðsson fyrirgjöf sem smellur í slánu og aftur fyrir. Fyrirgjöf? Þetta geta verið fyrirgjöf? Svo bara dottið og slána kannski. Já. Gæti verið rautt á Everton? Ha? Nei. Potential red card. Nei. Hvað meinar þú? Nei. Hann lyftir upp olbúan. Hérna? Já, ok. Herru, þetta er fólskulegt. Á Temu Jóta. Þetta er fólskulegt. Bitu. Hann hægir á sér og hérna beint upp. Þetta var ekki Aron Sig þar sem hann stoppa bara. Heldur hægir hann á sér og hérna beint upp. Það er rosalega að Gunni myndi negla þetta. Hvað er hann að gera? Ég myndi að taka á þessum Hvað er hann að gera? Já, sammála. Það er ásetningur. Strókar, sjáu þið ásetning. Já, þið eruð á undan hérna, þannig að slakið þið aðeins á, sör. Þegiðu, sörins. Það sendi ykkur mail. Býtum við. G.Birgis. Er þetta? Má ég skilur ekkert í þessu? Já. Er þetta ennþá í tjekkið það? Varherbyggi ennþá, Varherbyggi bara hægt að skoða þetta? Það er potential red card í Everton-leiknum, Varherbyggi hægt að skoða. Já, það verður ekki. Og hvað, ekki einu svona yellow eða? Ég er bara orðlaus, sko. Ég er að reyna að vera faglegur, sko. Já, hann er orðlaus, hann er að reyna að vera faglegur og skilur ekki. Herðu, heyrum í Leifi Átnarsinni. Skulum heyri í honum hérna. Já. Ég ætla bara að segja við hann NBA og svo ætla ég að hans að fóra að pissa í rúleikunum. Og Leifur er náttúrulega 60, hann veit ekki einu sinni sko hvar YouTube-takkin er á fjárstýringunni sinni. Nei. Þannig að meðalaldur 25 ára í svo skemmtilega Tindastóll. Hann gæti reynda að vera einhver leikur í 11. flokki. Blessaði Leifur. Herði hérna NBA. Já. Lakers. Já. Lakers í 5. Lakers í 5. Já. Hvernig er þetta að fara að spilast hjá okkur í vestrinu núna? Hvernig er þetta playoff picture eins og þetta stillan upp núna? Það kemur ekki ljós fyrir næsta aðrunótt. Það er ennþá óljóst 4-7. Þar við vitum ekki matchökum strax. En verða Lakers með það sem ég kalla home court advantage? Og í fyrstu umferðinni. Þeir verða í 3. sæti, þannig þeir fá 7. sæti. Þeir geta annarkvort að fengi Timberwolves eða Golden State eða ekki? Þeir geta fengið Denver, Minnesota, Timberwolves, já. Sko, þeir tapa fyrir öllum þessum liðum? Nei. Nei, það er bara nei. Alls ekki. En allar sem þeir eru í 5. Þetta er Lakers Celtics í úrslitum. Það er búið að teikna þau. Það er gútt fyrir það. En hérna, er þetta í dag LeBron's team eða Luka's team? Þetta er liðans Luka. Luka. Þetta er Luka lið. Já. Og hérna, en hvað viltu rít? Þeir eru bara, síðan Luka kom, þá bara, þeir eru sínt sig. Þeir eru langt bestu þegar Luka er bara að stjórna sjóðunni. Já, algjörlega. Bronny, hvað með hann? Bronny James. Bara hörku
góður og efnilegur ungur leikmaður sem bara að vera ítt honum fram allt og snemma. Ég vilja hafa hann í skóla kannski 1-2 ári viðbót. En mjög efnilegur og... Dokúri Gult var ekki maður, nei ég hætti Sammála að vera sammála. Sammála þarna. Já, þannig að þetta er náttúrulega gefins fyrir Boston og Austanmegin, ekki? Jú, og það bara, ef að Porzingis heilla þá þetta bara alveg hlægilega létt. Já, nú hafa menn áhyggjur af hnénu á Jaylen Brown og það nú skarfur í skildi ef að Boston missir nú Jaylen Brown út. Og svo leitur Austrið... Ef að Jaylen Brown missir úr einhver leiki, það skiptir ekki máli nema í lokaúrslitunum, held ég sko. Ég held að breiddin þeirra þannig ef að Tatum og Porzingis eru heilir. Eiginlega ef að 2 af þessum 3 haldast heilir, að þá bara rúlar í gegnum mestrið. Þeir segja sko, sérfræðingar mínir, þeir tala Thunder Cavs í úrslit, segja þeir sem heilan rétt stilt. Nei, það ger ég ekki. Það segir eitt sem að þekkir þetta. Þekkir þetta inn út. Lítið að horfa að þetta kannilega. Já, það er rétt. Hver besti körfuboltamaðurinn í NBA-deildinni núna? Hver er besti? Já, það er bara eitt rétt svar við þessari spurningu. Já, takk. Við þurftum að hitta, Nikola Jokic, við þurftum að hitta saman, Leifur, ég held að við eigum svona mikið sameiginlegt, ég er líka vanur að pakka Mati og Tomma saman aðeins. En Leifur, Njarðvíkingar, var þetta, þeir eru búin að snúa seríun á hvolf og þessi sigur, var þetta einhvern veginn svona leiðandi til þessa, núna er allt momentum með þeim? Ég hef nú bara heyrt það og bara stemmingin ástæðna sér þannig að þeir hafa ekki peninga, þeir vildu fá einn auka heimaleik. Já, algjörlega, ég skil það bara mjög vel. Það er bara svo kallar gjaldkjærleikur. Já, ég sagði strákunum að þeir skildu það ekki alveg að Johnny Sins, körfuboltans, væri að ná sér í aðeins meira skotsilfur fyrir komandi tímabil. Sko, eiga Álftanes break í Tindastól? Álftanes eru á sínum degi þegar Haukur Helgi ekki veikur eins og í gær. Var hann veikur í gær? Veikur? Come on! Hringdi hann sig ekki? Nei, þetta er bara, þeir eru besta varnarlið þegar Haukur ekki veikur. Anton Ari var með streptokokka í fyrsta leik á móti Aftureldingu. Hjörvar, ég vaknaði bara eins og ég var ekki búinn að kynkja rakvélablöð. Höggi var nýkomin á fæðingardeildinni. Býtu, já, ok, við erum að tala um hvað? Við erum að tala um eitraða kallmenn, sko. 500 milljón krónar liðið á móti 50 milljón krónar liðið Aftureldingar. En sko, hérna Leifur. En ég meina þá hlýtur að vera þannig að Álftanes, eða hvað, Álftanes Tindastól? Eiga það séns á Álftanes? Nei, það er bara Álftanes tekur bæ Tindastól næstu umferð. Ég er að horfa á þetta Garðabæjarslagur í lokaúrslitum. Garðabæjarslagur í lokaúrslitum. Sko, en fyrir þig sem körfuboltaáhugamann, fyrir þig sem náttúrulega faðir körfuboltans á Íslandi í dag, hefur ekki áhyggjur af því að séu 2 mögulega small market teams að fara að mætast í undanúrslitum? Þetta pingulið, þessi 2 lið í pingulitlum íþróttóðum að fara að mætast, Leifur. Ég myndi halda að þessi 2 lið, Álftanes og Tindastóll, væri með 2 bestu fanbase. Já. Það er ekki alltaf spurning um fjölda. Nei, og það er, málega, þó þetta væri spurning um fjölda, þá væri þetta samt ekki titlað sem small market team. Sko, við vitum það alltaf að í litlu bæjunum small market team. Já, en við vitum alveg eins og Neskupstaður og flestu blagstunismennir, engin spurning og ógeðslega flottlið. En bara að missa KR út, að missa Val út, að missa þessi big market teams út, er þetta ekki blóð? Auðvitað er það hrikalegt að Egill hafi ákveðið að taka eftir veskið í janúar og styrkja liðið og KR hef ekki komist í play-offs. Já. Það er eiginlega bara rannsóknar efni. Já, herri Leifur, takk hérlega fyrir að vera á línni. Minni á úrslit, B-liðan eru eftir 16:00 í KR-heimilinu. Já, takk fyrir það, takk hérlega. Bye. Hvað sagði hann? Úrslit B-liðan? KR-B, það er ekki padelufélag? Já, hvað er gerast? Yes. Helgi Marius. Vel sem þú þurft að býða 12 mínútur eftir svona fyrsta færi í leiknum. Já, tölum boltan, hárrétt, Haraldur Jónni. Má ég sjá. Ætli þessi Tindastólsleikur sé hver ekki sýndur. Ég er til að sjá hann, sko. Já, þessi leikur, við ætlum að skoða hvernig staðan er í leikunum í Englandi, hvort það sé eitthvað að gerast í Championship-deildinni og
víðar nú í Þýskalandi. Þar Leverkusen og Union Berlin að gera jafntefli í hálfleik. Augsburg að vinna Bochum. Hoffenheim að taka Mainz 2-0. Mainz aðeins að missa flugið. Venezia að gera jafntefli á heimavelli gegn Monza á Ítalíu. Og í Championship-deildinu QPR að vinna Bristol City. Og já, skemmtilega fréttir veit ég fyrir ykkur. West Brom að vinna Watford. Bang! Það væri gaman að fá West Brom aftur upp. Já. Ég var lengi með West Brom í seðlinum, taka straightvinn, var svona rosa mikið að hugsa þetta. En ég ætla bara að lifa minni nýju taktíka svolítið að fá að skína. Já. Hérna, Jón Daði Böðvarsson, hann byrjaði með rosa látum. Já. Hvað varðum hann? Það bara til. Er hann í hóp eða? Ég fannst þessu hertum að vera meiddur undan. Yes! Hver? Brynjar Óttar Jóhansson. Herru, þetta er Brynjarinn okkar. Þetta er hérna... 98 tómundar? Nei. Þetta er hérna miðvörðurinn, eða vardamaðurinn úr Víking Ólafsvík, sonur hans Jóa. Já, þetta er hann, þetta er kóngurinn. Marokko. Ég er að fara að hitta hann 27. Við erum að fara, ég og Tommi. 27. apríl. Já, gaman að fá hann, velkomin Brynjar. Hvenær verður næsti Hjöpkvist? 24. apríl, takk fyrir að spyrja. Haraldur Jónni verðum þar, 24. Ég ætla að votta hérna sportbarinn á Keiluhöllinni sem fyrsta doktorfútból vottaða sportbarinn. Það er rosalega. Og þá var ég bara með svona limmiða og setja hann á, svo kem ég á hverju ári og ég ætla að vera svona í eftirlitssíðinaðinum. Þannig að þurfa að borga fyrir þessa vottun, svo veit ég á hverju ári að taka allt út. Já. Svona 6 daga vottun. Takk. 46 og svo 9 á klukkutíma meðan ég votta staðan í rólega. Síðan verður þetta svona Mitchell í stjórnunum. Það kemur svona stimpill. Þessi var vottaður 2022 hérna. Já, en svo bara missaði líka. Já. Þetta er hreyfanlegt afl. Algjörlega, þetta er hreyfanlegt afl eins og góðu leikmannahópur. Já. Heldur betur. Pældi ég strákar, ég er að detti í, það er 20 mínútur í sko bara hérna draumalandið. Ef allir leikinni væri 0-0 í hálfleik. Já. Sæll. Vá. Já, það væri algjör draumur fyrir hlutlausa ef þetta fer þannig. Tjúfell er langt í að lengjudeildin byrji með þér. Já, Þetta er alveg galið. Getum við aðeins rætt það af hverju ef við að spila 32 lúst í byggarnum á meðan það eru sko 3 vikur í að lengjudeildin byrjar. Hvað meinarðu? Viltu hafa enga leiki? Hlustaðu. Njarðvík er að mæta hérna efstudeildaliði. Þegar efstudeildaliði er búin að spila 2 proffaleiki að með það eru 3 vikur í að Njarðvík spili í deild. HK er að mæta Vestra úti þegar Vestri er búin að spila 2 leiki í efstudeildaliði. Bara setna? Annarkvort það eða fyrsta deildin er að byrja fyrir. Og hvað, þá slappa bara alveg að spila leiki og spila bara æfingaleiki? Ég er með lausna á þessu öllu. Vil ég heyra lausnina? Byrja lengjudeildina fyrr? Bikarkeppnin byrjar bara í febrúar, í riðlakeppnin eins og Svíarnir að gera þetta og svo verður bara eitthvað farið undan og sliti í júlí eða þá sitja öll yfir sama borð. Það er nú ekki sanngjarnt að efsta deild sé komin alveg á fullt ég er líka bara með lausna, það er bara að byrja þessa lengjudeild miklu fyrr. Já. Þetta byrja hana miklu fyrr. En það er svona pjúrista deild. Já, og hvað? Ég meina þau eru öll hvort þið er að fara í æfingaferðir, þetta eru allt lið sem að æfa bara eins og liðin í bestu sko. Ég er að segja það, og en sitja samt ekki við sama borð þegar kemur að byggja. Jú, ég sitja alveg við sama borð. Þau ekki vera með þetta. Þetta eru 3 vikur langt. HK er að þjálfa vísindarlega, þegar toppnum er náð þegar tímabilið byrjar. Núna er verið að koma hérna. Sem er að brjóta okkur Njarðvíkingum, enn og. Já. Það er ég tek út úr. Þetta er bara tóm steypa. Aron Eli Kristjánsson. Já, þessi mestari. Aron Eli Kristjánsson. Já. Kóngurinn. Býtu. Norðamaður. Er það markmaðurinn? Já. Já, er þetta ekki bara fyrir 21. Já, ég held það. Er þetta hann? Læsa. Er þetta ekki markmaðurinn? Það. Er þetta ekki kóngurinn sjálfur? Nei, það er... Nei. Magnið 2001. Er það? Já. Þetta lítur úr hann. Hann var í KF, þetta er minn maður, hann var í KF. Já. Já. Er þeir allarnar eða? Nei, þetta er annar kóngur. Þetta er annar og meiri kóngur. Já, við söfnum hotspinnunum hérna í fórustöfum. Hann er komið hingað. Það held ég. Þetta er TikTok-kóngurinn, já, það er á rétt hjá Alexander Edni. En það verður frábært fyrir ákvæðingarna einhvern veginn á miðju undirbúinstímabili að fara vestur þegar þeir eru á fullu í efstild. Ekki er öll vittlisann eins. Já, ekki er öll vittlisann eins, já.
Nú, herri, voruð þið búin að heyra Ég verði að búa til afsakarnir fyrir leik. Já, Nei, ég meina, settu þið bara í spór litla mannsins einu sinni. Nei, þeir gera það ekki. Herri, voruð þið búin að heyra því þegar að Haukandi voru að víja hérna nýja íþróttahús? Nei, býtu, ræðis að koma með þessu. Haukar Mér rámar eitthvað í þetta. gerði ykkur á fótboltavöll, sko, fjórðildalið Hauka, gerði ykkur á fótboltavöll, herru. Og svo var bara eitthvað svona, herru, svona Harlem Globetrotters, ætla að fá hann einhverjum white guys til að keppa við og tróði andlitið á þeim. Herru, fótboltaleikur, hringja í IH og IH-mennum allir bara eitthvað vinnunni bara. Jú, ég hérna, klukk hvað er þetta? 5? Ok, sé eitthvað tímindri. Já, tímindri, ég má. Herru, mættu þarna bara eins og bara hjálpaði sér á stað, sko. Stilt upp eitthvað, fóru bara einhverjum hvítan ærbóli og kepptu við Haukana 1-1. Ég skal samt gefa Haukunum það, þeir eru búin að vera on fire upp á síðkvæmstu. Þeir eru leikni í æfingarleik í gær, tóku það 4-1. Hvaða leikni? Leikni Reykjavík. Jæja. Já. Ég meina það er deilt fyrir ofan. Ekki segja þetta ekki mínu menn í páska. Það var næsta fórnalamb. Heyru, hann er hætti í tvöfaldan Gunna, hann Bjarki. Wow, sjá það, hann er með tvöfaldan Þetta er svo frábært drengur. Hann Bjarki. Hann er hætti í tvöfaldan Gunna Birgis. Frábært Aron drengur, Eli hann hætti bara einfaldan. En svo var, það voru mörg áhugaverð úrslit í gær. Það er náttúrulega, boltinn fór svolítið svona almennilega á stað í gær þegar Valur vann Breiðablik í meistarana. Já. Svo vann Fjarðabyggð Höttur leikni Þór Káa, skilst mér í æfingarleik. Það er greinilegt að það verður hörð barátta bæði á toppi og botni í bestu skanna. Sko, hvernig hérna Elín Metta, var hún að ganga til við Val? Já, hún er í Val. Hún er komin í Val. Hún er í Val. En það er tæmlega stutt síðan hún átti, held ég bara, og er fara að róla á stað í byrjun. Pælís að þessu big market team eins og Valur, hvernig þeir hugsa þetta? Og auðvitað fáir Elín Mettu í kvennalið, Adam Páls kallaði þið. Þetta er big market teams, þeir hugsa stórt. Já, það er, þú ert að fylla þetta á stjörnum, það er bara svoleiðis, já, Björn R. 21. Shit. Ætlaði hann sé 21 út af Dominic Wilkins. Jónas Eyjólfur Jónasson, Super Sheet Scrabber. Thank you. Herri. Það er mjög rólegt, ég er að fá skýrslu. Það er Moving Day, Rakel Guðmundsdóttir. Væri hægt að fá umræður Moving Day á Augusta? Já, takk. Já. Herri, hendum upp the leaderboard. Já. Herri, núna bara fyrir alla sem eru heima. Getum við aftur fælegar? Fyrir alla, já, höfum það fælegar. Já, takk. Fyrir alla sem eru heima, náu ykkur í Masters appið. Masters app, bara þetta er Unreal app. Þetta er bara svona... Trakka hvert högg. Bara hvert högg. Herri, ok. Skoðum aðeins hvernig staðan er í þessu og við fáum þetta á skjáin. Hér erum við með það sem ég kallaði leaderboard. Justin Rose er efstur á -8. DeChambeau, herri, sáðu Lil Wayne. Hann brjálar yfir því að sé ekki verið að sína nóg af DeChambeau. Mér finnst ég nú hafa... Brjálaður. Herðu, var það út af því sem að Masters official accountir á Twitter setti every shot from Bryson DeChambeau on round 2? Já. Það kom í gær, ég hugsaði bara, þetta hef ég ekki séð áður. Nei. Þá kannstu séð bara í 20 mínúna myndbandi eða eitthvað öll högginn hans. That's the power of Lil Wayne. Já. Veistu hver er besti vinnur Lil Wayne? Skip Bayless. Skip Bayless. Það er sem að hlýtur aðeins að downgreita hann í the hood. Já. En allan að ég skoði þetta, hann var rosaleg endurkoma hjá McIlroy í gær. Já. Tyrrell Hatton ætti að vera ofar því að hann vaskaði niður 2 Nei, hættu. Smápútum. Sástu þetta nafli? Nei. Býtu Mark. Ég bara, Býtu, að viti. Sá já. Brighton á móti Leicester, sjá Pedro að Serðu ég með hann í selunum mínum? Já, sjá Pedro. Sjá Pedro. Já! Hann svona skýtur ofan á hann einhvern veginn. Herri, það held ég. Ég held að sé ímislegt sem að geti gæst í dag. Þetta er páskaegg á eitthvað, finnum páskaegg. Ég leisti af daginn, byrjaði bröðsula, en svo vann ég á, sko. Herru, maður þarf að læra reynslu. Getur við borðið smá virðingu fyrir Rakel, hún var að biðja umræða Masters. Já. En það er enginn að pæla í enska boltanum því miður. Við erum bara einhvern veginn að fókusa þess á Masters núna. Ég held að Rose mun ekki ná að halda þetta út því miður. Hann er búinn að spila mjög fínt fyrstu 2 dagana.
en hérna, ég held að hann muni brotna í dag. Ég gæti alveg trúa því að Scottie Scheffler muni leiða eftir daginn í dag. Scottie Scheffler. Eigum við að fara í hérna head to head? Ég segi McIlroy, þú segir Scheffler. Já. Ok, förum og sjáum hvernig Hvað er head to head á? Þú hlýtur að vera favorite þar því að þessi völlur hannaði fyrir Scottie Scheffler. Já, en McIlroy högg á hann samt. Já, en... Ekki hægt að veðja á hver ofar bara... Nei, ok, tökum bara head to head. Ekki... Nei, byrju Scheffler... Já, þeir eru með Hollins saman. Er það þannig? Já, þeir eru með Hollins saman. Má ég sjá, en ef við fyrir bara í átræð, það skiptir ekki máli. Fara þessu upp. Þú hlýtur ekki að veðja á hvað skorar betur í dag. Minn maður Vijay Singh, Má sjá, winner... Má sjá, hvað er Scheffler 475? Hvað er minn maður? McIlroy 450. Heyrðu, McIlroy er favorite núna. Já. Ásamt í Shambo. Já, og Scottie Scheffler 475. Ég tók McIlroy stuðl 8 fyrir mót. Hvað er Hovland? 26, ég tók hann í 41. Þannig að það er... Já, það er sant, þér verður ekki kápan á þeim klæðunum, sko. Hann er 4 höggum off the lead, sko. Já, hann er bara ekki með the mental game. Já, alveg fair punktur það, sko. Já. En hann vann samt mót bara, hann vann valsparinn daginn bara. Já, það er alltaf annað en the master. Já. En hann hefur verið að náðu, náttúrulega. Hann náttúrulega vinnur áhugamannamóti þegar að Tiger vinnur. Helga Lind Pétursdóttir var að benda á einhver hefur verið Karin 4K. Var það Gunni Birgis sem var Karin 4K? Nei, ég er ekki bara að nota... Já, hún er að gefa eitthvað til kynna. Ég ber allavega virðingu fyrir Helga Lind og hennar skoðunum. Já, heldur. Sko, það hlýtur að vera hægt að finna head to head McIlroy. Ef ekki, þá finnum við bara Scheffler, hvað er hann? Scottie Scheffler. Getur við sett á skján hann að... Það er Hlatton. Já, það er ekki skemmtilegu stuð. En hver er á móti Hovland til dæmis? Það er Højgaard. Það er Højgaard, já, það er óauðvelt. Er engin skemmtilegt head to head þarna? Fara hans ofar. Jason Day, Sun Jae-Ming. Nei, var ekki aðeins niðar. Ben Harmon er hérna. Ég er alltaf Max Homa maður. Það eru Tommy Fleetwood og Schauffele. Það er nú skemmtilegt. Já. Sko Schauffele, þú veist, hann er ekkert búinn að vera neitt frábær. Hann er minnst 2. En Fleetwood er líka... Ef að taka Tommy Fleetwood þar. Já, tökum Tommy Fleetwood þar. Já. 2-10. Heyri, en hvernig ætlar að setja í átræð? Það er ekki Scottie Scheffler eða? Ég held að Scottie Scheffler vinni, jú. Já. Það er að segja af þeim sem eru þarna amongst the favorites. Ég held að Viktor Hovland vinni. Býtu, þú varst að segja Scottie Scheffler myndi? Já, en þú veist, ég er á Hovland fyrir mót. Já. En af þessum 3, þá held ég að Scheffler sé líklegastur. Það held ég. Við slum halda fram að setja á Scheffler aðeins, hérna 4-5. Þarna, já. Það held ég. Sett aðeins á þetta. Það er aðeins 1 mark komið í ensku úrvalsdeildinni í dag. Það skoraði sig á Pedro fyrir Brighton gegn Leicester. Nú, það er komin hálfleikur í þýska boltanum. Meira þess að seinni hálfleikur er meira þess að hafinn. Í Championship-deildinni þá er QPR og Bristol City að gera 1-1 í jafntefli og fyrir í dag unnu Leeds, Preston og Plymouth unnu Sheffield United. Þannig að, já, það eru línur. Það er að skýrast í að Burnley unnu í gær og Burnley er orðið liðans Hannibal Mabry. Miðjumaðurinn kongur í sjálfur. Hefur tekið við lyklunum á Turf Moor. Ertu með númerið hjá Bjarni Jó? Já. Hann er í stúkunni. Það er hérna einu fótbolta.net. Ég sá mynd á honum. Bjarni Jó, þjálfari Selfoss, er í stúkunni. Hann er á Tindastóll Völsungur. Ég veit það. Ég einhvern veginn. Ekki? Getur ekki því á hér. Blessaður, hvar var það? Hvað segir þau? Nýr. Frill, já. Friðleifur. Frilli, þetta er vinur minn, Frilli. Íslensk alvöru nöfn. Íslensku má alltaf finna svar. Sko, herri, bróðir Árna Friðleifs, hérna, hotnamaður í gamla dag, það var Friðleifur Friðleifsson, hotnamaður í Gróttu og Víking. Já. Þetta heitir þú svona að segja hvað? Þetta er Haukari. Haukari, já. Frilli. Frill. 2 Friðleifar Friðleifsins. Tvö gulspjöld á stólana. Ég er, svolítið, fókusin er þar. En Búlis, getum við farið aftur á seðli minn uppránulega? Ég er 2 og 3. Mér vantar bara 2.
Sjá Petru búinn að skora, Tílimanns búinn að setja einn á ramman. Við vantar bara Gibbs sparki í boltanum tvisvar, einhvers staðar í 8 markinu. Stráðar, er þetta Friðleifur hérna, K.R. Friðleifsson hérna, sem er þetta ekki sem að spila með K.A.? Já. Þeir fá náttúrulega þeir fá K.R.inga aftur núna. Já, þetta er K.R.-baninn. Já. Það var nú eitthvað hlegið að þessari taktík minni. Mikið að skemmtilegu leikjum í Mjólkurbikarnum þetta árið. Já. Það er tveggjulega. Nú eru rúvararnir að koma inn. Fullu þunga, IBF-víkingur Reykjavík, Stjarnan Njarðvík, fleiri góðir, sýndir. Og þið vilja ekki sjá þessi lengjudeildalið blómstra. Er eitthvað fullur þungi á rúf eða? Já, okay, hann er nú reyndar alltaf, það er kannski, það er svona, tekur ekki eftir þessu. Sjá fyrsta marki í Premier League, Mikael Guðni, kemstu í Hamraborgina? Hann tekur henni hérna. Sigurjón Jónsson ætlar að taka mótið þér og afhenda þér ekkið góða. Sigurjón Jónsson verður bara hérna fyrir utan í dag. Situr á bekknum hérna fyrir utan te og kaffi og sötrar þar stóran túborg í dós og endilega pikkaði hann. Er búið að hafa samband við Gústaf vinn minn með Marrakesferna í síðustu viku. Það var svakalegt. Hann skoraði í gerði með Dögnablik. Já, á móti Augna. Þungur hnífur. Ágústunnar sem að vann Marrakesferna. Já. Manstu var með öll úrsliti rétt. Já. Ég bara... Sett hann síðan? Hann sett hann í fífunni í gerð. Nei, Móti hérna Augnablik. Já, ok, það má koma markið þennan leik. Yes. Leicester 1-1, við sjáum Rúdanistur og Jarmi. Mavadidi. Nýjasti fjárstæðingurinn á með þetta. Þú ert alltaf að skoða ég er bara á tánum. Ég fylgi bara Þú ert alltaf ekki að skoða neitt, sko. Ég er bara að reyna. Ekkert nema kjafturinn. Þú ert bara svo ekki, þetta kemur bara með. Hugo Dorro var að skora og reyna eiginlega þetta fyrir okkur. Shit. Ísaka. Ísak Sjetni. Eru þetta gæðanir sem að eiga peningana? Já, þetta er Mosóbros. Er þetta Mosóbros? Þetta er úr þess að frægu Sjetni ætt. Já. Hvað í hverju er Sjetni ættin? Er hún í vefiðinnaði? Pappas er Leibbi Grafa. Það er svona allir þessi helstu ætti að þekka hann. Hann ætti að þekka katt. Já, hann ætti að þekka katt. Leifur og gröfni. Kúri, við erum konur hérna á Evertón-leikin, það er einhver ástæða fyrir því myndi ég halda. Við náttúrulega ættum að vera konur með rautt spjald, sko. Já, vil ég einhverju minna. Já. Nei, það er ekkert að gerast í svona, sorry, ég veit að það var eitthvað að gerast. Ég þarf ekki að segja, ég var bara að setja hann bara á. Var ekkert á bakveð nema það, sko, ég þarf að halda þessu leiki 0-0, bæði þessum og vilja Southampton. Þú veit þetta skemmtilegi leikir. Já, ég meina pældi hvað þetta væri skemmtilegt og hefði elt mig á bettinu. Það er einn verulega áhugaverður punktur í þessum leik. Hvað er að gerast? Grímsby 1-0. Áhugaverður punktur í þessum leik Tindastóls og Völsungs að byrjunarlið Völsungs er að meðaltali yngra en hjá Tindastóli. Já. Akkur er það áhugaverður. Það er virkilega áhugaverður punktur í... Þetta eru 24 og 25 ára komið leið, sko. Það er bara allt eins og að vera... Stólarnir eru komin yfir! Það var leið og gert grín hérna í byrjun. Stólarnir eru komin yfir! Arnar Ólafs! En það sem að... Nú er það... Það er nefnilega í 30... Donni að leiða okkur að dreyma. Já. Það er nefnilega í þessum 64 lögúrslitum er VAR, þannig að það er Arnar Ólafsson, leikmaðurinn sem engi vill, hann sett hann. Mikael Egil með assist, 1-0 með Reggio. Já, svo það. Mikael Egil með assist. Þetta myndi ég hlæja ef að fréttaríturinn væri að skýta á því. Arnar Ólafsson. Það mæði mikið á Einari Már Þórólfssoni sem er að skrifa um hennar leik. Það mæðir ansi mikið á honum. Hann er með halva þjóð hérna á bakinu, sko. Jesus! Arnar Ólafsson. Donni er bara að leiða okkur að dreyma þarna. Úr óvæntri átt skora heimamenn. Ég meina við, já. Er það ekki eina sem hún baðst fyrir daginn að bara fá rétt til að dreyma? Já. Hverja fá þér í þrjóttökulega? Nei! Völnurinn eiga Steinþór inni. Já! Þegar að stólarnir voru búin að hugsa sér gott í glóðarinnar. Æ, það er Steinþór inni. Stálmúskóð í þarna. Herri, við fljúum upp úr þessari þriðudel, það er nokkuð ljóst. Ég er að skoða liðin sem er hérna Hvíti Riddarinn, Reynir, Sandgerði, Ímir, Augnablik, IH, við töfum mikið leik. En hverju fá þér í þrjóttökulega?
Já, þegar Breiðleikur einu. Ég er ekki farin að... Það er bara Breiðleikur einu. Eitt augnablik og... Ég er ekki farin að fókusa svona langt, sko. Keli, þú vaktir athygli á því í vikunni að... Hvar? Já, meðal annars á Facebook síðan og svo í chatti sem við erum saman í. Að markið á Declan Rice var í raun og veru ólöglegt. Það hefði verið svo gott 2 touch. Það var nákvæmlega eins og markið á Julián Álvarez. Já, hvað... Þú veltir því fyrir þér þarna að þeir vildu meina að veri búið að brjóta sér eitthvað í vetur Arsenal, já þarna var þetta bætt og vel það tilbaka. Já, það heyrist ekki mikið í þeim núna, sko. Nei, eru lítið kvartir við þessu? Já, lítið kvartir við þessu. Loksins gaman að koma sér með stæðild og fá faglega dómgíslu. Já, ég kannski vilja heyra eitthvað svona. Það er ófaglega brjóta nóg á okkur. Núna dettur þetta með okkur en við erum ekki einhvern veginn á móti, skilja, en þeir bara sögðu ekki neitt. Það var engin pistill frá Arnari í Sveini eitthvað ósáttu við að fá þetta mark. En akkur varst þú að skrifa hérna pistil á Facebook? Er þetta eitthvað sem kemur þér við? Já, þetta snertir mig. Tindastóll fær Þróttur Reykjavík í næstum ferð. Þegar þeir eru búin að vaska valurinn. Einn leikir. Má sjá, það er komið lýsing á markinu. Já, Arnar Ólafsson fær sendingu inn fyrir vörnina vinstra megin og skota marki sem fer í varnamann og í boga. Þetta eru fallegustu markin. Þetta er Stockport mark. Var þetta Gibbs White sem var að sparka þarna? Þetta er Gibbs White! Ég þarf bara 1 skot í viðbótrónum. Það var það segið til dottinn. Það held ég. En málega það er enginn sem tók eftir þessu fyrir einhverjum 4 dögum setna með þessa aukaspyrnu hjá Ég reyndi að sjá þetta. Nei, þú varst ekki leið. Var það býtið, það var bara skot. Þá hefði ég ekki fengið að heyra því end of it, sko. Hann skýtur Ef það hefði séð þetta leið, þá hefur rætt þetta í þættinu það kvöld. Nei, ég ákvað bara að vera faglegur. Nei, það vantar oft upp á það þegar umræðum Arsenal er annars vegar. Þú veist, það er svo sem ekki oft sem að karlalið Arsenal svona næra virkilega. Svo er þetta annað, sko. Það er alltaf þetta á kérfinu. Karlalið Arsenal. Nei. Já, Stockport að og geta feitt nú. Það er enga fréttir að kvennalið Arsenal síðan á góðum árangri, sko. En það er eru enga það rífið sig í fréttir. ganga Aston Villa? Sjaldnar að við tölum um Kannski ég 3 mínútur frá. Shit, núna erum við stressaður. Já, Baldvin Borgarsson með sneið. Fagleg þegar hún dettur með Arsenal. En er röng og ófagleg þegar það dettur gegn þeim. Já, þetta er áhugaverður steinar hjá. Þetta er ekki það sem stendur þarna, sko. Já, ég er svona aðeins að færi stíl. Já, þú veit að færi stílinn, já. Góður í því. BMB, BMB, kongurinn með Anton Jóns í eftirdrægi. BMB, Kongurinn. Já, heldur betur. Nú, Það getur nú ekki verið mikið bætt við í þessum 2 leikjum. Maggi Mixon, ætlaði að sé Maggi Mix eða? Orginallinn? Nei, sá kongur hefur mikilvægur nöfnum að neppa, held ég. Já, það er nóg að gera. Nóg að gera hjá honum, sko. Það var ykkur sjómli? Já. Hafið heyrt það? Slagari? Ég er meiri Birkir Beckham aður en Maggi Mix fít. Já, þú það. Þú þarft ekki að velja á milli þarna. Já, þetta eru báðir. Það verður rosalega bíf á milli. Það er bíf á milli. Nú, shit, sko, 2 mínútur. Getur Keli nokkuð gert það ómögulega og nefnt fleiri en 8 spænskar leikmenn sem hafa spilað í ennsku úrvalsdeildinni? Já, ég get ekki nefnt 8 í Liverpool bara. Þetta var eitthvað allra besta sem ég séð. Gunnar Birgisson náttúrulega stóð sem svo hitt ég eins og hann gerir í öllu. Takk. Minn maður Hjálmar Jónsson ætlaði að koma, hann ætlaði einhvern veginn svona koma honum úr jafnvægi. Hann ringdi vinsinn. Vandamáli var að hann, sko, Kallgreif var alltaf fastur í að leita Kukureya. Já. Og sem að varð honum svolítið pínlítið að falli. Þetta byrjaði svona 1:05 með aukslis. Ég er ekki búin að sjá þetta, ég átti 10 mínútur eftir eða eitthvað. Ég lagði bílnum heima. Þetta er ekki að hlusta á þetta heimleiðinni. Sjá líka frá svipin. Sjáu svipin á honum hérna. Þetta er rosalega svipin. Hei, læsa. Vertu með þetta. Antonio Reyes í Ég átti ekki eftir að sjá þetta on tape. Ekkert mál. Og það er ekki rétt. Hann er Spánverji. Það málum. Og hvað er þetta að fara með það? Ég ætla að fá best, já, menna í úrvalsdeildinni. Já. Premier League. Já, ok. Eftir að koma. Naim from 50. Já, Naim segir að hann skoraði markið fræga mútið Arsenal. Já. Naim from 50. Sko, var hann ekki annars skráður sem Spánverji? Naim. Jú, það málið er, hann er nefnilega málið. Ég held að hann væri Marokko búið, það er ekki rétt. Nei, hann er Spánverji. Já.
Spánverjar í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og Hjálmar, þú byrjar, ég ætla ekki að gefa ykkur neinn gulspjöld, það er bara beint redd kart eða klikkið. Já, bara ekkert mál, það fyrir mér Fabregas. Rosa góður að það byrja. Jose Antonio Reyes. Já, pressi minning hans. Já, hann er látin. Ég fer í... Hérna strax fyrir það að ströggla. Nú sjá, Spánverjar í ensku Santi Cazorla. Vel gert. Ég fer í... Hann er svo stressaður, sko. Hann bakurinn hjá Chelsea, hann... Þetta er alveg að leita. Þetta er að leita Kukureya. Ég held að hann var að leita öðrum. Gamli... Ég hugsa að segja svo. Fítu. Ok, ég skal hjálpa það því að Nei. ég með bólsröppurum, má ég hjálpa hann með þetta? Við erum búin að nefna 3 Nei, býtu, ertu rólegur aðeins? Það getur vel verið ég sé að fara að breyta ykkur algjör að takt. Ég er César A maður. Hæ? César A. Já. Hann hérna... Chicarico. Hann hérna... Ég var með þáttumennska boltan á næsta ári. Já, það er hann hérna... Ég veist að ég bara... Ég er svo svangur, sko. Ég er svo svangur. Hann er svangur, Býtu. Ég er svangur. Ég er að páska einhverju fram á mig. 0-0 í 2 leikjum. Bring on the champagne. Ég fer í Alonso. Ég fer í Alonso. Koma með kampænið. Bring on the champagne. Við þurfum að pása þetta því að það er komið champagne moment hérna. Má ég sjá. Sjáum bettin sem voru að detta. Þetta voru 2 betti. Já, 2 af 3. Já, ok, tókstu þessum 2. Og 3. betti var raunin sjá Petru sem ég með á öðru selið. Takk. Sjá þetta. Má ég sjá. Sjáum bettin. Nei, býttu, var þetta ekki hinn bettin? Þetta er hinn bettin. Já, þetta voru Nei, býttu. Hæ? Nei. Nafli first half, þetta var það? Já, þetta er nafli first half. Má ég sjá þetta. Og hérna er þetta. Má ég sjá. Já. Það held ég nú naflinn búinn að negla þetta. Þetta eru 2 stór bett sem að þetta hans megin bæði markalaust í leik Southampton Aston Villa og Newcastle Everton. Hvað ertu að fara að gera með þetta? Yey! Þetta kom þetta! Yes! Gunni áfna að lesa leikinn þetta. Þetta kom þetta. Herðu. Má ég sjá þetta, er þetta gott með þetta? Þetta er ekki eðlilega gott. Takk fyrir þetta. Held ég. Fyrsta bettið datti í dag, þannig að það verður þessi góða kampaðinslikt af öllu hérna. Og það verður næs. Úff. Fór ekki vel á þig? Jó, ég ekkert eðlilega mikið fór að sjá augum. Já. Þú meina hann kemur nafn. Ég þarf að kíkja á regluna. Sérðu nokkuð verð þá? Hæ? Sérðu nokkuð verð? Nei, ég gæti ekki orðið mikið verða. Það eru hreinir bólir hérna fyrir aftan. Já, engar úr. Við slum skoða hvað er að fyrir. Heimamenn Hásprit það að bæta við eftir góðar svo. Býtu. Burtown. Burtown 2-0. Þetta er svona mesta þekkingar Know-how. Ja, þetta er know-how. Sörens. Þetta er Boris, þannig er þetta bett. Know-how. Burtown 2-0. Sástu bettið mitt í það. Ég var harður á þessu frá fyrsta myndu. Mikið know-how. Mikið know-how í þessu betti. Sko, Nei, það var 3 og eitthvað. Það er svolítið. 3:20. Sko, Konni, bróður hans Donna er Þegar hann inni. Já, við eigum hann inni og hann er aðþjálfari liðsins. Donni er vissulega aðstofan. En á hverju fá ekki bara the real Sigga Donna til að þjálfa liðið? Já, það er það sem ég væri til í. Svo eigið Eysteinn Bessa líka. Já, Eysteinn Bessa að inni. Og við skulum sér það. Þú veit ekki marga inni? Já, við höfum fullt að gæja minni, sko. 4 gæja inn á bekknum. Já, við höfum 4 gæja. Við höfum með 4 gæja á bekknum, sko. En sérðu hver á bekknum hérna? Tryggvi Grani, já. Hann kann að setja. Já. Grimsby er komið 2-0. Já, svona eitthvað að setja niður að leggju.
Jassi! Já, já. Jass, maður! Hann að tryggja því Já, svona skora. Já. Er þetta Vasseld hirnetól eða? Já, vonandi. Ég fekk svona straum þegar þið byrjuðu að sulla yfir þetta. Er eitthvað leiðni í þessu eða? Vonandi. Já. Þetta er allt Vasseld í dag. Er þetta ekki alltaf meira minna Vasseld í dag? Já. Það held ég nú. Já. Geta fer raukt. Þeir reitt og lifir svona. Já, samt að á 45+4. Já. Hættir ekki. Hvaða meistari var það? Hann hættir ekki. Það er raukt. Já, það er vinstri bakurinn, eða ekki? Nei, það er Sergio Rico. Hvernig er Já, þetta er hann, staðan Sergio hérna? Rico. Já, herri, það er reyndar mennur hérna. Þetta voru engar aðstæður fyrir Heart Attack Survivor. Shoutout á King Kjama. Já, ég er sammála Stjána þarna. Sammála. Ekki er þetta Kristján Jóhans, ekki er þetta hinn einu sannig. Jú, þetta er söngvarinn. Er þetta, já. Þetta er söngvarinn. Þú veist að þeir tala hann sem 4. tenorinn. Já. Já. Býr hann ekki í Madrid, eða? Ef að tenorandi væri 4, þá hefði hann verið svo 4. Já. Það er nú bara eins og þannig. Já. Nú, Getafe rautt, já, segi Gunni Gunn. Þannig að ég bara hleypa ykkur á klósettið þið viljið, drengi mínir. Þá megið það. Ertu með tenorinn á 3? Já. Já. Það er Carreras, Pavarotti Já. og Domingo. Og Domingo. Ég þekki mína... Tito Domingo, já, já. Já. Þekki mína tenora, hef alla tíð gert. Hef alla tíð gert. Nú, já, það er verið að spila í Þýskalandi ákveðið núna og það er komin hálfleikur á Sauðárkróki þar sem að heimamenn eru að vinna Völsunga. Að vinna Völsung. Já, Völsung. 1-0. Og það er, þeir eru í 2 deildir fyrir neðan ekki, eru í 3. meðan að Völlararnir eru í 1. En vondufrétnar fyrir stólana er að Steinþór Freyr Þorsteinsson, númer 7, hann kemur líklega inn á í seinni hálfleik. Já. Og það er bara þannig. Þetta verður spennandi, en það væri gaman að fá þróttarana heim á Sauðárkróksvöll. Já, heldur betur, það er náttúrulega tengingarna. Já. Það er náttúrulega Eysteinn og allir þessi kallar sem hafa verið í báðum þessum liðum. Allir þessi helstu. Já. Nú, Eysteinn Pétur, hann þjálfaði mig þegar ég var gutti á Króknum. Var Páska ekki gæinn búinn að láta vita að hann var á leiðinni? Það er ekkert sagt. Já, hver er ykkar maður í alltaf gerisbræðum? Já. Erfitt að gera upp á milli, en ég segi sín óskarsmaður svona þegar öllu er á botnum kort, sko. Já, ég er... Sko, Óskar Pétursson getur sungið alveg bara eins og engill á jólakorti, sko. Já, þeir eru. Já. Ég er bara orðin of góð vanur, heldur. Ég er svona meira fyrir alvöru ítalska tenóra. Já. Og svona suður-evrópska. Já. En svona sveita tenórar, það er svo sem gaman að þeim þegar maður er á þorrablótum og eitthvað svona, en ég þarf alvöru tenóra. Það var talað um það þegar Andrea Bocelli kom hérna til lands, þá var uppi fótur og fytum sko, hver ætti að sýna honum landið. Já, ég átti mig á því. En alltaf það sér ekki. Ég átti mig á því. Bocelli blessaður. Er hann á leiðinni? Páskaækjumaðurinn. Páskaækjumaðurinn er á leiðinni. Það er Sörens á leiðinni, segir Mikael. Já. Nú ligg ég í sófanum með bleikan snúð og einn ískaldan að horfa á sónið. Andri Snæll. Já. Hvað er ykkar go-to snúður? Góðu snúður, það er bara súkulega, glasúr. Súkulega, já. Já, ok. Ég ætla, við gerðum það nefnilega oft í gamla daga, þá er nefnilega Pálmi Bjarni, félagi minn, á Króknum. Mamma og pappi voru að reka bakaríð á Króknum. Þá gerðum við oft þannig að við tókum karamellusnúðuna og svo settum við og dýðum hún í meiri karamellu, þannig að við fengum svona kannski 2- og 3-falda karamellu. Já, þetta var nú tricks í Reynibakari var nú alltaf með þetta líka. Það þannig? Já, okkurinn var nú alveg með þetta. En hérna, það er, þannig að þú hefur verið snemma verið orðin selgeri. Sko, bróðin verið mjög agaður í mataræði. Agaður? Þú hefur verið meira... Bróðin minn hefur aldrei verið meira heldur en svona 6% fita. Já. Og bara alltaf í alveg... Og meðan þú hefur verið svona í kruðurínu. Já, ég var svolítið... I enjoy finer things in life. Það er einhver logi þar. Herru, það er kúlusúkkarna alveg í hérna á borðinu, langar í kunni. Nei, nú er maður ég kalli þetta ekki aðald, ég kalli þetta lífstíðsbreytingu. Sammála. Ég var líka reyndar að... Hvar fekk Crypto Gunni þennan ból? Finn hann ekki á heimasíðu 66 gráður orður? Já, ég og 66 erum... Var þetta limited eitthvað? Já. Þetta er limited edition.
Nú hefur hann heyrt þegar Pavarotti og Ramazzotti tóku duett, já, ég gæti hafa heyrt það. Það er nú ekki margt sem Eros Ramazzotti hefur gert sem ég hef ekki heyrt. Nei. Þannig að það kemur vel óvart ef að það var eitthvað sem lægi að núti sem ég hef ekki heyrt. Eigum við að setja á, eitthvað með Eros? Í svona, já. La Cosa Más Bella? Já, þú, svo sem það með faraði nú yfirleitt La Cosa Della Vita. La Cosa Della Vita. Já, Cosa Della Vita segi ég. Já, Cosa Della Vita. Cosa Más Bella, var það ekki eitthvað sem átti? Nú, já, Mikael Egill lagði upp þetta markinu á Venezia. Þetta lag, þetta alveg. Munið að Tina Turner vinkona mín reyndi að eyðileggja þetta lag. Munið þegar Halldór í Djúpulauginni tók þetta í söngkjöndum framhaldsskóla. Það var moment. Tók hann þetta? Já. Halldór í Djúpulauginni? Já. Halldór sem að rekur Kjarval? Já. Já, Kjarval eða hvernig sem maður segir þetta. Snorri Baron með honum hérna. Þetta er gæði sem fær sér tvöfall karamellukrem. Já. Þetta þú? Já, þetta er ég. Var svona þykkur strax. Já. En svo, þú veist. Þannig að það er ekkert auðvelt að kötta þig. I turned the clock, sko. Þannig að hann er stórbeinóttur í eðlisfari. Þessi huggulegi skagfirðingur sem að situr hérna. John Tremigi. Já. Svo byrjaði maður á skíðunum og þá einhvern veginn. Sko, hér eru svona persónuleg spurning á okkur báða. Ég veit svo ekki hvort það er gaman að vera spurður að þessu, af því ég þarf ekki að pæla þessu sjálfur. Sko, hafið þið allir þrír pælt í hárgreiðslu eða ætlið bara að spila leikinn svona? Ég er allavega, ég er búin að, ég ætla að spila leikinn svona. Ég pælt í þessu, en ég ætla bara Jesus take the wheel. Ég hef ekki svona peninga, sko. Ég er að pæla. Já. Kjell er svona að pæla í þessu. Já. Hvernig er þetta snýst peninga á þér? Já. Þetta er ekki svo dýrt. Já, bara. Það eru náttúrulega bara tveir opsjónu. Það er annarkort komast í hellastand úr sköllóttur, sem kostar líka peninga, eða fara í þetta. Já, ég verið standi. Já, það er það sem ég ætla að hugsa líka. Það er ekkert góðan sem var í Kosovo daginn og hann kemur mjög lúti á honum. Allir baru. Há rétt. Sko, en ok, ég myndi hitta nokkuð strákur sem ég þekki, sem allir myndi setja kannski 40.000 krónur í púk. Þá held ég að við getum sendt Gunna. I'm going. Ég skal chip in. Ég var nefnilega til í að sjá þig með svona Lebron, þú svona, á þig hérna. Já. Ég held að geti farið vel. Svona Arteta. En maður sem ég veit að er mikið að pæla í þessu og er rauninni bara með þetta á heilanum og langar að fara er Arda Guðjónsson, hérna fyrir þjálfari Stjörnunnar í körfuboltanum. Bróðir Helga Guðjóns. Nei, það er ekki óvænt, hann er mikið að spá í þessu. Hversu nett væri Arda Gunnlaugs myndi fara? Mæti bara með full set of hair í næsta landsleik. Ég held að það var illa. Það var enda gott, sko. Nei. Ég segi alltaf að fólk verður bara að fá að vera eins og það vill vera. Já, ég er á saman. Já, og vill fara í þetta þá, bara ferða þig. Perlan Baldvin Borgar setur 60 kall í söfnununa ef Arsenal vinnur úrslagleikinn. Þá eru konar 60 krónur í þetta allt saman. Flott. Ég fæ 100 kall í liðbúlunni í titilinn. Já, frá hverjum? Já, Bata Borgars. Já, Bata Borgars. Hvað minnur þú? Ég er bara að segja hann er púlari líka. Já, hann er púlari, hann er alveg til í það. Hann á nót til. Nú, seinni hálfleikur hafinn víða og Venezia er að vinna og sem er skemmtilegt auðvitað fyrir okkar menn á Ítalíu. Við sögum frá því að Mikael Egill Erlendsson lagði upp þetta mark sem að verðist vera sigurmarkið gegn Monza. Nú, það bólar ekkert á Bjarka sinni sem að situr sem fastast á bekknum. Hann er ekki að fara til Freys og hegi. En eitt hérna, getum við skoðað umferðina núna í bestu sem er á morgun? Já. Búlis, getum við fengið upp hérna bara á Epic, ekki hérna, fáum hann á Epic. Það er bara márið og skoðum leikinu á KR. Hérna KR Valur. Já. Og málið er að hérna, núna í öllum umferðinu bestu, þá er Epic Örlyfin. Já, Epic Örlyfin. Já, og þar eru KR-ingar, sjáu þetta. Það er bara ef að KR kemst í 1-0, þarf ekki meira til. Já. Það er paid. Búið. Þetta er basic. Já, but getting paid. What? Þetta er bara sama eins og þau voru Gunnar grítti gæðan með gólfið, búið, komið. Já, ég er að fara á þetta á mánudaginn. Ég er að fara að taka tokk tilbúðið mitt góða. KR vinnur. Legginn 20. Það snýst ekkert það, þú veist, síðan bara ef einhver mætir og bara... Já, ég meina, þú
Þú vinnur náttúrulega bæði betur en ef að kára. Já, ég veit alltaf það. En hérna, bara 1-0, sem bara getur að fara að gera eitthvað annað. Svo konur 1-0, skipt á næsta leik. Það Förum á þetta, bara hendið á þetta. Ef að Gunnar er ekki búinn að eyðileggja þetta með þessu ömulega Rashford-betti. Já, vonandi. Já, eru menn, skilur Steik 25 kall. Já, gat verið að Gunnar er náttúrulega búinn að tæma bankan eftir þetta Rashford-bett hans. Það var alveg hræðilegt. Það er svo grimmt að það er orðinins mikið við okkur, sko. Það var alveg geðið þetta Rashford-bett. Nú, er hægt að fá faglegan bestildasseðil? Eigum við faglegan seðil, strákar? Já. Eigum við aðeins vera faglegir? Við tökum Breiðablik streitvinn. Breiðablik streitvinn. Gætu mögulega Það er 1.55 á móti fram. Gætu mögulega að tekja Breiðablik -1, sko. Hvað er -1? Já, -1 er allt svona 1.7 bara. Já, myndum við, maður sjá. Hvert er það að fara, strákar mínir? Hanna? -1, 1.83. Take it. Það er frábært. Take it. Afturhaldið vinnur IBF. Drónabett. Ég veist algjört 50. Var ekki verið að tala um faglega sig? Við erum að tala um faglega. Förum á Viking. Viking -1. Bara Viking -1. Hey, veitu what? Það er Epic Early-win hérna á afturhaldið líka. Nei, það er bara Early-win. Epic Early-win er alltaf bara 1 liðum fyrr. Já, það er Early-win. Það er hérna... Það hérna stendur bara eins manns fórsta. Já, en það er ekki Epic Early-win. Það er Epic Early-win á... Sér líka bara hvað stöðlinn er hár á Epic Early-win og káir. Já, ekki nema þér hafi sett þetta á fleiri lið. Ég held sér líka þessum leik. Það er rétt. Þeir eru náttúrulega rugglaðir. Hvað veit maður? Já, hvað er þetta? Hvað er Danni? Já, ok. Þetta er rétt. Nei, rænið á meðan það er hægt. Já. Ég ætlaði með að hugsa, þetta er svona svo að fremja bankarum fyrir að opna dyrum. Það var nú ekki nóg fyrir að taka Danna í raskætti í síðustu umferð. Við erum fallegir hérna, við erum fallegir. KR Val over 2.5. Já. Það er alltaf mörg þar. Meira, já, fyrir mig OR, vá. Akkur segir það? KR Val, af því að Óskar mæti með allt galleri út og reynir að sækja eins og hann getur. Vinnur hann ekki bara 3-0? Nei, hann mun skilja til fullt af svæði fyrir aftan vörnina og þar mun Patrik og Jónatan og Tryggvi verið í hátíð, sko. Fyrir mig 3.5. Það var nóg mörgum í þessu. 1-7. En að hendi bæðilið skora nei. Herri, það verðist að Epic Early-win og afturhaldingu líka. Páska ekki maðurinn? Vilt þú ekki afhendur þetta? Jó. Herri, hér er það Sambo Kólus með ekki góða okkur hérna aðeins nær okkur. Það er pínu svona kampaði slikt á okkur. Flott mix. Hvað kostar svona peysa? Það er bara eitthvað 12 skall eða eitthvað. Já. Second hand eða? Þetta er... Já, því að maður fær mannilega ekki peysa á svona góðu verði. Nei, bara fast fashion, sko. Já. Já. Hvað þýðir það? Bara hljóð tíska, bara að nýsta nýtt, sko. Já. Svona og kannski þá versla fyrir minni peninga og meira stöffi. Já, minni gæði. Minni gæði, meira stöff. Já. Sko hér er ekki góða og fyrst út mættur allar við hérna og ætla ég að láta að hafa eitthvað meira. Stofar, tekið þið við og ræða aðeins hérna umferðina. Já, höldum áfram hérna, við erum komið með 3 leiki, en það var tala um faglega seðil, en ég vil ekki hafa hann eitthvað ofyrna háan. Mér líst mjög vel á bara seðilin eins og hann er núna, ef við erum að tala um faglega seðil. Gunni, við erum að tala um faglega seðil. En af hverju hérna, ég meina, getur Káa ekki strítt Víking án Gylfa og Arons, eða? Nei, mér skáa ekki þar ennþá. Mér skáa ekki þar ennþá. Mér fannst þið skrungu fínir á móti Káar, sko. Ég held sé bara miklu erfar en að segja að sko, Þetta er í Víkinni. Stjarnan í bóttist úr skor. Já, Peppa. Já, samla því. Við sáum bara hann að Káa á móti Blikunum, sko, viku fyrir, sko. Það var bara tölvörpillar lið sem mættu þar, sko. Já, Emil líka með þann leik. En hvernig var með hennar leik hérna... 7 stuðul. En hvernig var með hennar leik hérna í meistarana það Breiðablik Káa? Voru eldingar í þeim leika? Þrumur og eldingar, já. Það voru 2-3 þær voru við staðlega í Garðabæ. Já. Þrumur og eldingar, já. Já, þær voru nefnilega aðalega í Garðabæ. Já, en það er svolítið að herja á þessu Garðabæ. Allstaðar, annars staðar hefði leik verið hætt, en ekki hér. Já. Þetta er flottu seðil. Þetta er flottu seðil? Þetta er geðvig seðil. Ég bara mæli með þessum, ég ætla að taka hann sjálfur. Já, ég ætla að elta þetta líka. Breiðablik mun sett, Víking mun sett, yfir 3-5, já. Það geti verið eitthvað púst þarna, að Breiðablik vinni meinu eða Víkingur. En annars, KR Valur fer bara, ég held að fara 5-3 eða eitthvað, sko. En er komin einhver nýja fréttir með hennan vestra FH-leik, þú veist, erum við eitthvað...
Vitum við eitthvað? Það er svona alla líkur, heyrði ég síðast að hann væri spilaður á mándeinum. Já, við nennum ekki að vera að veðja okkur leik sem Akkur ætlaðu dreifi ekki Það hefði ekki verið frábært að hafa leik í dag. Hefði ekki verið frábært að vera með leik núna. Ég bara skil ekki okkur Valur KR ekki í kvöld. KR Valur. Já, eða bara einhver leikur núna. Bara Vestri F. Akkur ekki bara Vestri F og núna. Já, ég er algjörlega sammála. Dreifir svo á, þú veist, hafa 2 leiki núna, 2 leiki í kvöld. Já, KR Valur. Eða 1 leik í kvöld. 20-0 í Laugardalnum í kvöld. Það er bara vallamett á þeim velli, sko. Easy. Það er nú ekki sem vallamett sé eitthvað stórtar held ég, sko. Það er sumleiðis. Hamingju. Ánægð með þig. Þetta geggjur peysa. Já. Varst að bjóða í peysunni? Nei, ég bauði nú ekki í hana, en þetta var mikil peysa. Já. Nú, hvernig líst þér á seðilinn sem við gerum hérna, Hjöpi? Breiðablik, já. Breiðablik vinnur þetta aldrei nefnum með einu. Max. Slær Sörinn. Sörinn skrenja. Eitt slagast í bettara landsins slær. Nú, ég get ekki kvittað undir það. Nei, þetta þarf ekki að kvitta undir 1 eða 1. Það sjá. Er þið ekki með eið að skora fyrir KR? Getur hann farið 2 leiki í röð án marks? Móti KR? Já, með KR. Hvað er stuðullin á að Eiðugöti? Er það inni það? Já, kannski er það dott inn. Er ekki allir marks komin inn eða koma það setna? Mörgleikum hana? Já, Eiðugöti til skor. Bara 3, það er lítið. Ég þarf meira valjú. Já. Ég þarf meira valjú. Tryggvi Hrafn væri gott bætt, hann er búinn að skora mjög oft á móti KR síðust ár. Batti Borgars var að segja hérna fyrir neðan. Það er einhver að velta hérna fyrir sér svona, ég veit ekki hvort það er að grínast finnsku hockeydeildinni því að íshockey í Finnlandi er náttúrulega mjög stórt. En hins vegar þannig að við hefum svo svona lítinn áhuga á að pæli því. Eitt guaranteed markaskorari, þetta er frábær pæling og í hérna næstu umferði bestu. Ég veit pott hérna strákur. Má ég sjá. Förum aftur í leikina. Ég ætla að segja Valdimar Þór Ingimundarson. Já, það er mista gott sjálf. Já. Ég ætla bara í Patrik Pedersen. Bara ég held að KR muni vera það ólátt að taka. Hann muni fá Valdimar Þór að væri, 250 finnst mér bara að vera. Já, það er flott. Bara flott tilbúð. Ég kalla það Tobias Thompson. Já, en eitt sem ég er alltaf hrifinn á og sérstaklega ljósið þess að hann er enda komin í 350 en Höskuldur Gunnlaugs finnst mér on pens og á miðjunni, þú veist. Já, miðað við líka hvað Blikar ætla að fá mikið að vítum í sumar. Emil Atla líka mætir Graður. Já, hérna. Þetta er ekki með í fyrstum verði. Já, það er hérna, ef að Breiðablik á að fá víti í hverju umferð, þá Þú talar svo mikið með raskatir. Nú, ef við tekum núna bara, er Breiðablik þá ekki 1 leikur, 1 Partur að ég vera mikið með boltan. Já, takk Kili. Ákvæðingar þekkið ekki. Nei, jú, við þekkjum alls ekki að fá víti. Valgeir Bað, held ég, varum búin að biðast afsökunar á þessari dífu. Já, mér sýnist hann Þetta er ekki dífa. Hann hringt í bæði þjálfara. Sáu ekki myndirnar af Hafliða Breiðfjörð? Talar hann ekki við Magga.net? Bara myndir af Hafliða Breiðfjörð. Afsökunar. Já, eitthvað good shit ljósmyndir. Það er eitthvað good shit ljósmyndir. Valgeir og hans... Við horfum ekki að fótbolta í gegnum ljósmyndir. Valgeir og hans fólk eru að hörða á að þetta sé víti. Ég fekk hann bara sendir í oft með eitthvað dragur. Já, þetta gera það. Það sjá allir sem vildu sjá, þetta var ekki víti. Nei. Það er svona þriðja. En svo sæt góða blíki við fínt að vera komin með svona hákáing sem er mikið fyrir að dífa sér. Við þekkjum þetta ekki í blíkunum. Stólarnir skoruð á 47. en dæmda brotið á markmanni Völsungs og ég var að fá sent í síma minn að þetta voru litlasakir. Já, það var herbyggið. Já, það var herbyggið. Það er nefnilega svona auðvitað að vera með það. Sko, það er þannig hjá stólunum. Þeir velja bara bestu mennina í hóp og þeir þurfi ekki að fylla hann. Þeir eru bara 4 varamenn í dag. Já. Það er bara þannig að því að það er... Einhverjum myndir nú gagnrýna unglingastarfi fyrir þetta en... Þetta er sæmilega nafni á 9. Herru, sáu þið Okamura þarna? Hvað? Farið hans tilbaka. Getið ítt á home. Frábæra fréttir í morgunsárið. Liverpool að henda 500 pundum á viku í 2 leikmenn sem eru á hraðferð niður brekkuna. Er þessi fælegur? Why so savage? Þú ert alltaf að maður er fælegur? Er þessi fælegur? En ég heldur að ef við um að hafa þetta rétt, því að hann er ekki fælegur, þá held ég að Sala sé á 450 pundum á viku. Til að vera fælegur. Hvað er Kai Havertz á? Hann er á 350, 375. Hvað er Kai Havertz með mörg, Gunni? Hann er búinn að vera meiddur. Já, en þú veist hvað er með mörg síðan að koma í Arsenal?
Við erum komnir í úrslitaleg Champa League, eitthvað sem að... Nei, þetta ekki konir, hefur PSG eftir. Hefur PSG eftir. Úrslitaleg Champa League, hvað ég að heyra þetta? PSG... Já, kíkjum á það. Ef Kai Havertz er á 350, þá Salah verður á 950. Þú maður sjá hérna Chris Wilder. These scenes at the end, the Sheffield United players looking to get themselves down at the tunnel. Chris Wilder there, just at the top left of your picture, perhaps pointing the finger at Plymouth Argyle's players for celebrating in front of the away fans, and then this all comes after it. Michael Brown, this is where the pressure really is telling, isn't it? Thank you very much, David. I knew you'd make me comment on this situation. Yeah, that's not good scenes. Þetta good scenes. Það einu mennindi sem segir þetta sé ekki good scenes heimskir íþróttafréttamenn því að það elska allir smá hói. Já. Og við viljum alltaf sjá svona. Þetta er ástæða fyrir því að hverju bara breskar íþróttir hafa þetta fram yfir til dæmis eins og í Bandaríkjunum. Mamma henni fyrirmynd. Giannis hann blokkaði gæja í nótt og tók svona dans eftir að hann var búinn að blokka hann í grillið á honum og það var hann svona ítt honum svona smá, ekkert meira, bara Hörðu, ég var búinn að dansa hérna í grímunar eftir í blokkaði og hann ítt honum svona smá, síðan bara ekkert meira, allir bara bestu vinnur. Þetta er bara... Það var soft. Ekkert eðlilega soft. Game's gone. Game's gone, já, grís. Hann var svo ósáttur hann að Chris Wilder. Já. Þú veitir ánægð með gallamanni. Hvað Gulli Viktor? Hann nú mikill negotiator. Hann ekki einhvers þarna? Hvað Gulli? Hann verið í tunnelinu bara, tekið við honum þar. Hann sér það. Þetta verður fucking töð á hann. Sá langar að... En Bólis, getum við fengið hérna golf challengeið? Talandi með NBA-deildina. Þetta er svona, mér langar að senda Hjörvar til Sacramento í þetta. Þeir voru meitin í Ervík í gær. Nei. Hvað er þetta öðru sí? Já. Það var $9,600. Þannig. Sérðu? Sjáu þetta. Þetta er vonlaus pútt. Þetta er alveg skelvilegt. Hann slæsar púttir hann slæsar, þetta... Hann slæsar? Hann með svona öfugan Trump. Trump er svona utan á... Já, og svona lokar hann með það. Þetta er þarna. Ekkert að gera smá að sjá. Númer 2. Þetta er vonlaus strók. Já, ég beinti. Þetta er ótrúlegt. Já. En svo segja þér, swing your swing. Ég meina, þú segir Scottie Scheffler, hann er ekki með fullkomna sveiflu. Nei. Hvað ekki ég heldur svo sem. Swing your swing. Já, en hún er áhrifarík. Já. Jafnveg með púttirinn. Já. Er þetta í alveg nóg til þess að vera $9,000? $9,600. Nei, þessi hérna, þriðja pútið. Hvað er það? 4-5 metra? Þetta er svo pútið hjá því fyrir erninum? Þetta er hittur og lengra. Þetta er stittra. Setur hann! Það fer alltaf rétt utan á. Er þetta víti eða? Hvað er stekur? Þetta er svakalega. Já. Brighton er að biðja víti? Nei, það er ekkert á þetta. Það er ekkert í þetta. Þetta er bara... Ekki dæma á þetta. Ekki dæma á þetta. Hann er farin að baða út höndum áður. Ef Arsenal væri aðna í stöðu Leicester þá væri þetta eflust. Ég voru að skora ólulegasta mark í sögu meistaradeildarinnar. Ólulegasta mark í sögu meistaradeildarinnar. Horfður á vítakeppnina 2004 eða? 2006 segi ég. Hvað, 2005? 2005? Hann er að taka við honum og hann kemur að rífa honum. Þetta er smá grilla. Nei, hann er farin að baða út höndum áður en einhvern veginn... Og það er Aron Breki Hann er að taka við bolti, já. Hann er að taka við bolti og fyrir skot. Aron Breki Ígúl vil vita hvort þú mætir í næstu golfferð. Við erum að spá í að fara, það er svo sem má ekki segja þetta strax, en ég ætla bara að henda þessu fyrstu að þetta bara við að spila. Við erum að pæla í Marbella 15. til 22. nóvember. Já, það er alveg nægur tími fyrir mig til að æfa. Þetta er svona 8 ár. Bara til að hitta boltan. Hann er grunn. Til að hitta boltan. Hann er með grunn. Ég er með grunn. Hvað er? Þetta er ekkert flókið. Bara hérna og þarna. Fyrst að þú getur þetta, þá lítið allir geta þetta. Nei, það er... Góð spurningar. Þrottlaus vinna. Er Arnar Ólafsson laust með frammeiri vandamálum afturöldingar? Já, það er flott spurning. Það er ákveðið hérna... Þetta er flott spurning. Hann dæmdi þess að bara í alveg viti. Hann var á leiðin skot. Bara fríkt skot. Ei, kóngurinn í Svá Petru. Það er tvenna. Setur hann í sama hotn? Hann horfir á kýperinn, horfir hvernig hann tekur viti. Svo það fer bara alltaf eitthvað hvað kýperinn gerir. Sko. Já, verður nú kjurr, býtur nú aðeins eftir honum. Svo svona skýtur hann ón á hann alltaf. Viti, Brighton.
David Savage. Burton Albion. Þetta bara eitthvað besta bett sögunar, ég gerði það. En byrju, hvað er restin af seðlinum? Ekki af gott. Nei, ok. En hvernig er með Gibbs White? Er hann búinn að sparka eitthvað í 8 markinu? Ég þarf 1 spark í 8 markinu. Hvernig, byrju Sunderland, ég var ekki búinn að skoða það eins. Það átti að vera... Hann með 1 skot. Sjá þetta nafli, hann á leiðin skot, sko. Þú vart að sjá þetta frá byrjun. Já. Þetta svona aðeins annað, Þetta því hann bara einn markmanni, sko. Já. Þetta er víti. Það er lítið að gerast hjá mínum í Sunderland. Já, ég þarf stoppborti yfir Aston Villa, þeir eru í ruglinu, sko. Er ég ekki langleiklegastur? Jú. Lang. Heyrðu, wow. Þetta er ekki að skalla rétt framjá. Lítur ekki mitt best út af? Jú, ég held það. Nei, býtu, Bennar ekki að skalla rétt framjá Ímark, sæll. Sétta núna. Baller League, herri, þetta er gott. Hérna, góð spurning hérna hjá Roadmain, hann spyr hérna Baller League, er þið búin að fylgjast með þessu? Nei, ekki búin að detta inn. Þetta er svona YouTube-trúðar að spila fótbolta. Ég sá kynninguna. Ég hef ekki séð það. En þetta eru samt, þú veist, þeir eru að drafta fyrrum leikmenn, svona ekki stóra leikmenn. Þeir eru að drafta leikmenn sem hafa verið svona í úlingaliðum og nærdeildum og svona í Englandi, sko. Já. Er þetta eitthvað sem að kemst nálægt FIFA Street? Ég var alltaf mikill FIFA Street maður. Ég var Íslandsmeistari í FIFA Street 2012. Já, það var hérna fótbolti.net hélt Íslandsmóti í FIFA Street. Hver var Íslandsmeistarinn? Nabli. Nabli Anovic. Það var hérna fótbolti.net hélt Íslandsmóti í FIFA Street í skífunni. Og ég mætti, tók það stóra. Er þetta ekki bara svipa á Kings League nema minni völlur? Ég held það. Sko, þetta eru stór mörk. Þetta er líklega bara... Getum við sett strókar smá hérna á Baller League á skjáina? Þegar þetta er líka á YouTube, Sky er svona... Sky er að reyna að vera relevant. Ian Wright er á hliðalínu þarna. Herru, Alan Shearer líka. John Terry. Má ég segja, þetta er Baller League. En svona því við erum í þessu báðu. Það er cool dæmi í Kings League hjá honum Píkói. Daginn var Húls Kundi á lið og þeir fóru í vítakefni. Hann mátti taka víti. En vítin þarna eru svona MLS-stæl. Já, ég sá það var líka cool. Já, er þetta svona eins og hérna Rush-mót í FIFA? Hér hérna, við erum með þetta hérna á, sko hérna highlights úr þessu sjá við, þetta er náttúrulega strákur sem kunna þessi fótbolta, greinilega lélegu markmaður samt. Já. En þú vil að ég verið góður í þessu maður. Þessi spila með vennulegan bolta? Já, mér syns það. Þetta er ekki eitthvað svona mjúkur, þetta er ekki svona fútsal. Nei. Það væri meira táan meira, sko. Já. Og... Er vítin þarna svona eins og ég MLS hérna hér áður, þegar menn eru hérna einn á móti markmanni? Þeir testuðu það, já. Hverju voru Íslandsmeistari í fútsal? Það er ekki Ólsöðunir alltaf. Nei, þeir eru kóngarnir núna... Stálúlur. Ísbjörnin. Ísbjörnin. Hann Dennis hérna kokkur er með á. Hann er að kúka fútsal. Eða veitir hvað það, Dennis Kirbic. Þannig að þetta er, já, Baller League er... Dominic Vose fyrir magna að fara illa með menn. Stockport komið yfir. Dominic Vose þarna, já. Hver skoraði fyrir Stockport? Ég bara... Man eitthvað til að googla ekki Dominic Vose, sko. Og hvað? Það er þungt Google. Einmitt. Stockport komið yfir, okkar maður ekki að byrja vantarlega. Nei, ekki hóp, já. Langa kom inn á þetta. Herru, fyrir leikmaður Magna í Grenivík er að fara illa með menn þarna í Baller League. Já, ég var að segja frá því. Dominic Vose, hann kom ekki enn til Magna aftur. Þetta er Tómas Sveins með góðan punkt. Hvað er Tómas Sveins? Það er verið að benda okkur Tómas Sveins. Já, bara, hérna, hvað er... Á, hann kom með góðan punkt, já. Á, þið rættu þetta á hann. Anskoti. Ég treysti á þess að Bellingham fjölskyldu, sko. Úff, já. Það ger öll vitleysa mist. Ég ætla að treysta núna á Sunderland. Það er nú sjaldan hægt að treysta á þess að Akkur skýtur ekki Gibbs White bara þarna? En er þetta ekki í rauninni skot að marki? Jú. Já, það má færa rödd fyrir því. Tjóð er þetta skemmtilega leiki, maður. Já, er einhver leikur í meistaradeildinni í vikunni sem er sexy? Sem verður spennandi? Sko, ég get alveg viðurkennt að Real Madrid leikurinn verður spennandi ef Real skora fyrst 20 mínútur. Já, Bayern verður alveg spennandi. Og þeir ætla að spila hann innandyra. Ég sá hérna Real sett á hérna Exit. Það var í 5 days og voru búin að loka þakkinu. Getur, ég meina, Aston Villa
Geta þeir ekki gert eitthvað? Þú eru að skora fyrsta markið. Nei, Aston Villa ekki verið að gera sér. En þú veist, ef við ætlum að tala fagleit og eitthvað svona, þú veist, Arsenal hafi ekki fengið á sig 3 mörk bara, þú veist, það var 23 held í síðast eða eitthvað. En þegar þú mætir Real Madrid Bernabéu, þá svo tölfræði ekkert í gildi. Ég allavega þar. Þá gerast bara einhverju allt aðri töfrar. Sérstaklega búin að loka þækinu. Já, ég meina við þekkjum það að mæta á Bernabéu, mættu náttúrulega líklega þeirra besta liði 2006. Ég meina, heldur þú að Barcelona hafi eitthvað verið búin að fá þessu ykkur 4 mörk eitthvað þegar Liverpool mætti að Vöskuð ekki Rómadótinu bara árið náður? Það er það, ok. En þú veist bara svona tölfræði eitthvað, þetta var síðast á móti Luton sko. Svo 7 mörk á móti Bayern í Var það Bayern? Ok. Þannig að þeir voru þarna að vaska á fullu. Messi búin að keyra þetta allt í rúst. Ég reyndi að vara að fact-checka þetta tölfræðingarna með Ronaldo og titla eftir hann fór, hann var ekki alveg jafn spot on og ég held hjá þér sko. Nei, ég var ekkert að titla. En tölum að þessum 50 næsta. Ég var bara heim daginn að checka á þessu, þetta var ekki alveg jafn spot on og þetta fór. Hann hefur dreymt þetta. Mér alveg saman það, tölum að þessum 50 daginn, því við erum hérna núna. Sá leikur og það sem flestir að tala United Lyon, Old Trafford. Það einhvern veginn við vitum auðvitað, þetta Matic útspil skilur, málega sko það sem menn fatt ekki eins og þeir þarna. Matic bara Mourinho skólanum. Og Mourinho, hann búinn að vera með hann í Chelsea, United, Roma, þetta skilur, við vitum það að Mourinho, ef hann undir, í NBA, þá hjólar hann í skapgerð manna. Og auðvitað fór Matic í þetta og og fekk ekkert út af því í rauninni. Nei, það bara kom út af núlinu. Já, og hann fekk ekkert að fara inn á einu sinni? Nei, það var að sér til skammar ef út í það er farið. Og rauninni þessi leikur bara kom út af núli. Þannig að komst hann ekki inn í hausinn? Gibbs White! Gibbs White! Sko, gjóta á markið! Anna kampænina! Og ný headphone. Það búið. Við erum ekki verið að taka meira kampæni hérna. En þarna... All hard work ends in champagne. Haramból kallaði þetta. Haramból. Eins og City. Og missa allt niður á 90 pluss. Er það ekki... Haram. Það er 2-1 fyrir... Þú ekki vísan í... Við skulum ekki vera... 2-1 Stockport. Hérna, sko... Þetta náttúrulega hérna... Yes. Rashford í ruddalur aukaspindu hérna. Sett á... Ég var að fara yfir. Já, fara yfir. Sjáum Rashford, hann getur yfir síðan skora aukaspindu. Kom út á nullinu, hvað er nafninu að bulla? Hann vill eiginlega vera með aukaspinduna þegar lengra frá. Þetta er flottu punktur af Kristjáni Jóhannsson. Já, ok, þetta er alveg langt frá. Flottu punktur af Kristjáni En var Jóhanns. ekki samt eins og Hjálmar Örn sagði. Var ekki touch of racism hjá Matic? Jú, Hjálmar Örn sagði það ekki sko. Hann sagði mig í einkasamtali. En þegar þú segir það þá auðvitað þetta bara mjög ljótt og leiðilegt. Já, ég held að þetta sé bara það ljótt mála. Flottu punktur Kristján, halda áfram að koma með góða. Er hann að fara út af? Nei, ég meina segir Matic fyrir... Rassi bettið er búið. Já, vá. Þetta var flott bett, Gunni. Flott bett, Gunni. Já, hefði vikulega Gunnar bett. Já. Það heldur betur í síðustu viku. Nýja vefsíðan Gunnar bett. Það heldur betur í síðustu viku. Föstudagsbettin með Gunnar Birgis. Það heldur betur í síðustu viku. Tómas Súse guldspjald. Föstudagsbettin með Gunnar Birgis. Já, þetta var geðvægt. Stólarnir eru bara konið með lás. Já, ég meina, sko, ef við opnum kannski aðeins textalýsinguna, þetta er mjög góð textalýsing. Einari Má, sagði. Ég var að lesa textalýsingu. Sagði, 47, markdænta, það er að fyrsta sem kemur í seinna hálfleik. Svo næsta, 60. mínútu, mikil barátta síðustu mínútur og bæði lið reyna. Já, hann er kannski bara í einhverju góðu spjalli. Já, það er nú flest öll spjall á Sauðárkróki, ekki góð spjall. Ert þú fyrsti maðurinn í sögunni til að vera með seðil þarna sem er undir 5 í stuðul? Nei, ég get eiginlega alveg lofað því. Bjarni Jói Við erum alltaf veitna og skilur allir. Já, þeir vinnast aldrei. Nei, þess vegna fór ég bara í einfaldleikan. Ég nenni ekki að samina 2-3. Please, segið mér þessi góður hérna, Manuel Martínez sé góður í fótbolta. Hann er góður. Leikmaður nummer 10. Já, Manuel Ferjol Martínez. Hvernig maður bara Manuel Martínez? En þessi nýja er með alveg nafn, Svetislav Milosevic. Geðveikt nafn. Þetta eru flott nöfni í þessu liði, sko. Og svo Svend Emil Busk Friðriks. En fyrir maður aftur í hérna maður sem völvarliði. Það er meðalaldur 24. Hvað er langt í Steinþóri? Þeir eru nefnilega með hérna læri meðalaldur. Það er Einar Ísfjörð á bekknum. Er þetta hérna konguristið þú veist að hringi í brennslu? Já, þetta er hann sko. Hann er í hérna
Ég held að hann sé að leggja golfhitta eða flota. Já, hann er golfhitta. En er Steindór Freyr ekkert að koma inn á? Sjóri, á bara að býða með Steindór Freyr bara ekki óvendalega. Hefur þessi gif fyrir að opna pottin og setur svona onni og kvikk. Já. Það er að Stóni kemur inn á. Gunni, viltu veðja hvort að Stóni setja hann ef hann kemur inn á það? Já. Ef við góðum 20 skallina? Já. Nú, Slegið. Heyrðu, það er eitthvað að gera Svipnæri, þetta er víti. Já. Hvað var, eru menn alveg... Rashford var handaf. Eru menn alveg sofandi hérna? Það er ekki víti. Eru menn alveg sofandi hérna? Akkur eru við... Þetta er náttúrulega, það er ekkert á þetta. En allt í lagi. Ekkert á þetta? Hvað meinur þú? Áttu við? Hann bara tekur aldrei boltan. Hann kemur aldrei nátt boltan. Bara rennur sér fyrir framan hann, þetta er svona smekkleg tækling. Nei, þetta er bara aldrei boltin. Þetta er víti, Gunnar. Eru menn alveg sofandi? Það er 60.8. mínúta og Aston Villa er í jöfnum leik á móti Southampton. Datt okkur ekkert í huga að setja á... Já, það er rétt hjá þér. Eru menn alveg sofandi þetta? Það þýðir ekki bara að hlæja og gera grín. Það þýðir ekki bara að hlæja og gera grín. Það er viti. Ég er að segja, datt okkur ekkert í huga að setja á... Ég held þú væri að segja Las Palmas raukt. Þá er seðlinn í bullinu. Ég taf fyrir. Það er Asensio, ég treyst honum bara ekkert. Steindór Freyr er að koma inn á 67. Olli er ógeðslega léleg vítaskita, það ekki? Steindór Freyr er að koma inn á. Sendi hlýja kveður á mína menn í Rækjunni á Söðókrúki. Það var Hvað þekkir Rækjunni? Alla. Bara hendur nafnið og bara ég þekki það. Kennitölu og... Veistu hvar dögun er til húsa? Já, ég veit ekki hvað heitir. Hvað og ég bara eitthvað að segja, já, Bollagötu 38. Nei, ég er ekkert að byggja götuna. Þú getur alveg sagt cirka hver í bænum. Já, takk fyrir. Þetta er bara umlega tilöð ber þetta. VARIÐ! Já, herru, núna... Maðurinn sem að Arsenal lét fara, Aron Ramstein, verið þetta víti frá Asensio. Hann var ekki nógu fýtt fyrir Arsenal, við sáum David Raya í vikunni. Nei, hérna á móti Everton, sjá þetta, VARIÐ! Og þetta er löglegt, þetta er löglegt. Það þóttist ekki nógu fýtt fyrir Arsenal. Raya tekið og pakkað saman á Goodison Parkum síðustu helgi. Ramstein svarar. Hann er að benda upp á Emirates á móti bara sögufræðasta liðið Evrópu. Hvernig var það í vikunni? Að þú nefndir Goodison Park? Já, hvað? Ég var ekki talað, hann var ekki vítið þar. Nei, en hann hélt hreinu eða ekki? Hann hélt hreinu á móti Vinicius, Kylian Mbappe, Jude Bellingham. Ekki skota á sig. Ramstein hefði líka aldrei hreinu með ekkert skota á sig. Nei. Sjá. En ég held að einvið þetta að vera búið. Af því að Gabriel var ekki með. Kivior, svo slappur. Já, ég bara, það er allt í, þú veist, það þessi svokölluðu, þeir vildu menna það. Það voru nokkur leikmenn Real Madrid sem fengu 3 daga í frí í sumar. Og þeir eru bara nakkert. Okay. Þeir eru einfaldlega nakkert. Nú, nakkert, já. Þeir eru líka búin að vaska deildinni líklega. Já, ekkert að gerast í leik Nottingham Forest og Everton. Nákvæmlega ekkert að gerast takt á þessum leik. Setjum á Aston Villa. Voru búin að það? Setjum á, eða ekki? Það er ekki einu sem eitthvað sens. Var Gunni ekki að lesa yfir mér á fyrir að vera með Aston Villa og þau fengu víti? Þetta er fljótt að súrna á Villa Park. Southampton eru með hvað mörg stig? Gætu þeir verið að koma sér í tuginn? Nei, það eru nýkonur í tuginn. Með 11, ef þeir ná í afturlið hérna. Þetta fer 2-0 Villa. Þeir skora 2. Það fer 2-0. Það er ekki eitthvað lið að taka hana Matthews Fernandes. Hann er helviti skemmtilegur. Nottingham Forest Everton. Oh my god, það er boringlegur maður. Já, var þetta, átti maður ekki bara að fara 0-0 hann? Holy hell. Já. Herru, Kristján Jóhanns, þetta er minn maður í tjattinu. Þetta er minn maður í tjattinu, sko. Býtu, er ekki séns, menn sögðan er ekki séns í sér 9 og Zidane. Sér 9, hver er sér 9? Sagan er með okkur í liði. Hver er sér 9? Það lítur að Cristiano Ronaldo er að vanna með 9. Nei, hann var ekki þarna. Sagan er með okkur í liði. Hann var ekki þarna. Sér 9 og Zidane, þeir eru aldrei saman í liði. Ég held að þetta er eins og ófaglegt og ég hef bara... Það er alveg ófaglegt. Þú skildur Gylfa Gröndal, hann Benedikt Gröndal?
Við erum að horfa á Southampton Aston Villa. Ég er að horfa á Tindastól Völsung ef það er í lagi þínu vegna. Heitir hann Tjekk-völlurinn hjá fylgismönnum? Tech. Já. Vitið hver á Tech? Já, Finnur Kolbeinsson. Já, ok. Bara svo við vitið að getið þið komið heima eftir og að þessi leikur hérna. Ég hef ekki hérna... Já, býtu. Mark! Ég fengið það. Vilja búin að skora. Nei, hann er á því, já. Já, takk fyrir þetta nafli. Hann hættaði markið undan, þetta var ekkert spoilið það. Já, Rashford fer út af, 2 mínútur seinna, víti og mark og allt búið að gerast. Já, og hvað, ég var að reyna að segja Gunna að slaka á þessu Rashford. Já. Hann hlustaði ekki. Nei, hann var ekki hlustað. En komið eitthvað... Sett þetta á skjáin, af því að ég benti ykkur á þetta. Komið eitthvað nýja völlin á Breiðablik? Thank you. Hvað mun heita? Vita með það? Fredvöllurinn. Fredvöllin? Nei. Ég bauði upp í hennan maður. Djöfullin. K.O. Það verður að koma nafn á Blikavöllin. Það er búið að selja. Fredvöllurinn. Það verður að tala um eitthvað. Ég hef að heyra... Ég skil bara ekki brandarans. Af því að Fredvöllurinn er bara 5 ára brandari, skilur við. Hann er góður svona. Heyrðu, 2-0! Sæl! Sáu þetta marka? Nei, þetta er 1-0. Þetta er rosalegt skútt. Ég datt út á það. Shit, þeir eru gælið. Lyfjaprófamenn hérna í stúdíunum. Það er bjóður. Já, það var fleiri góður menn lent í þessu. Þetta var... Ég sá hann bara hann var leiðin í markið, sko. En aðeins þessu leik sem þú ert að horfa á, Kili. Já, ég er að horfa á staðan er 1-1. Hvernig er svona dýnamíkin í leiknum? Það er mikill barningur á miðunni. Það var rústaleikin 2008 frá Moskvu. Já. Rigningin í Moskvu. Rain in Moskvu. Það er ég. Já, gæsari. Já, maður gæsara. En eftir gæsari. Ég fæ gæsara. Býtu, er þetta síðast, ég er ekki að reyna að vera eitthvað leiðilur eða eitthvað svona, er þetta síðast í Champions League til United? Var þetta 2000, já, við fórum með þetta í úrslitin sem við vendið 2011. Já, það er það sem eina lið sem hefur unnið þetta oftar síðan þá er Chelsea á venskluðum. Tvisvar. Stoppar komið í 3-1. Já, geta fyrir 12-1 í hotnum fyrir Aston Villa. Ég mökk pirrar og geta fyrir mig, sko. Þannig alltaf lægi... En hvernig getur kíkt aðeins á bildirinn okkar? Hver er svona fokk á honum? Já, hver er dýnamíkin þar? Það er náttúrulega ekkert í gangi í þessum leik, sko. Já, mögulega, veistu hvernig er... Það er enginn að fokka honum upp, sko. Þetta er bara ekkert í gangi í þessum tjóðst leik. Já, er ég ekki að standa við mitt? Hann, sko. Er ég ekki að standa? Þú ert svo sem alveg búinn að standa við þitt í dag, sko. Ég gerði það. Já, er ég búinn að standa við, sko, bæði, sko, Aðalseytlindóttirinn og 2 af 3 hann. Augsburg vann Bochum, St. Pauli vann Holstein Kiel á útivelli, mikilvæg að séu þar. Og Leverkusen gerðu jafntur við Union Berlin sem þýðir það að Harry Kane er komið með stóran titil. Harry Kane er komið titil. Sko, Harry Kane var á undan Arsenal að vinna landstitil. Ég var með cheeky bet á því hvort myndi sko detta á undan Harry Kane er Arsenal með landstitil. Hvað er mark? Another W for me. Ég hendi cheeky bet á þetta fyrir einhverjum 10 árum síðan. Á stöðun, á hvaða stöðun? Jesús, 3-25. 3-25, já. Brighton Dabrið leikmaður. Maður vissi ekki að það myndi fara á eitthvað lið og vinna titil. Bayern München? Nei, þetta er fyrir 10 árum síðan. Já, hendur það fyrir 10 árum síðan. Maður átt að fara óvart. Á Unibet. Já, ég man eftir þessu. Það var ekki epic. Nei. Og ég 10 árum síðan. Ég setti cheeky bet á það. 2-2, Leicester er búið að jafna 2-2. Leicester er búið að jafna að Kili með fjárstyrkunum. Er hann rangur, eða? Nei. Nei, þetta er bara mark. Þannig að hann stoppaði eitthvað. Hérna. Já, búið þar. Lars Palma sko neyfur á því geta. Jó, herri, það er enda verið að skoða þetta. Það er ekki þessu. Já. Maður díti, maður. Herri, en þá gerum við eitt, af því að sko... Hann tekur eitthvað hausina. Tölfræðin í þessu leik. Harry Kane var undan að vinna. Tölfræðin í þessu leik. Þetta er ekki Madrid, þetta er Ókáli, eða ekki? Jó. Í Brighton og hérna... Þetta er bara mark. Brighton og Leicester. Hælið í Harry Kane. Mínum. Það er 3-8-2 á móti 0-5-2 í XG í Brighton Leicester. Þannig að, með það, þá ætla ég að taka
Byttu, maður sjá maður. Hún er kannski educated. Nei, sjá þetta. Hann er þetta fremst. Er þetta ekki Estupinian? Estupinian. Það hlýtur að vera. Já, ég trú ekki að vera. Já, 22. Yes, 2.15. Takk. Rúdvan Niströð teiknir ykkur ótrúlega endur komu á Suðurströndinni. Beint af aðhengarsvæðinu. Völsungar liggja á Tindastól. Vá. Völarnir konum með Steinþór inn á. Já, og leið og Steinþór kemur inn og breytir leiknum. Áttina. Loksins smá lífsmark hjá gestunum stendur Nú geti fitnessi kikka inn. Já. Jakob Hén sleppur í gegn, reynir að skrúa boltan í fjær, en markmaður heimamanna vel. Já, Nikola Stojsavljević. Það ringi frænda. Nikola Stojsavljević. Það ringi frænda. Stojsavljević. Þetta Áskir Sigurgeirsson, fyrirlið Káa. Blessar, ertu ekki á Sauðárkróki? Ég er ekki að Sauðárkróki. Því miður. Á hverju ertu ekki á Króknum? Maður er undirbúið sig fyrir blakið. Já, auðvitað. Blakið í dag. Fyrir ekki auðvitað, sorry. Hvernig er staðan í seríunni? Það er 0-0. Það er 0-0, fyrstileikur eftir. Já, það er allt undir. Það er allt undir. Það er allt undir þar. En Völararnir að tapa? Ég sá það. Hvað þarf ég að ágjöra það? Nei, er það nokkur? Nei, 2-0 fyrir Aston Villa. Já, nei, maður er svona að velta þessu fyrir sér. Hvað er í gangi á Völararnir? Engar áhyggjur. Er þessi leikur ekki 90 mínútur eins og hver annar? Jú, vissulega. Er Völararliðið í það góðu formi að þú treystir á að jafna þetta? Já, og taka framlíkinguna líka. Já. Eða þessar. Að þeir eru til í 120 mínútur ef þessar? Já. Ok, þannig að en hvernig er með blakið? Nú er þetta svakalega peningar í þessu blakið og Káa, það er alltaf undir. Já, þú sér það. Já. Og er að uppskera. Uppskera eftir því. Er að uppskera eftir því. En hjónin, það er nú eitthvað verið orðað við HK. Þið gefið ekki mikið verið það? Nei. Eitthvað minna. Eitthvað minna gefið verið það. En annars ég bara hélt þú værir á Króknum. Hvað heldur að Hilmar síðan? Er hann upp í IQ? Hann er glítugun. Frændi. Já. Ég ætla að heyri, ég ætla að það er svo mikið IQ fyrir mig með næstu. Nei, ég heyri þér. Það er mjög fandi. Þannig menn greinilega gátu ekki slitið sig frá blakinu. Nei. Því miður. Sko, það er eitthvað sem segir mér að, maður sjá. Búleis, getið fengið Epic, fengið körfuna fyrst að ég með þessa tvo menn hjá mér. Þetta er markmaður sem við þeir eru með head to head karvan. Maður fá bara frá okkur íslenska körfuna. Hvað er að fara í hana? Ég fyrir mig nefnilega að því Epic býður alltaf bara head to head að meðan innviðin er í gangi, skilur. Sjáum Stjarnan IL, Gunnar. Það var vísitölu tengt bett, hárrétt hjá Kristjáni. Já. Vísitölu tengt 1-1 Völar. Já! Völarnir er búin að jafna. Þeir sáu þessa framlengingu fyrir og biðu með Steinþór svo hann geti spilað í framlengingunni. Það var 7. Steingrímsson bróðurinn sem hann lagði þetta upp. Þeir eru eitthvað 10 eða eitthvað. Ef hendi Cheeky Betta stelur sér lókin. Anskotin, ef að gera það. Já, býðum kannski með. Já, maður sjá. Býðum með. Ok. Það var eitthvað kláði. Já. Já, það var að sjálfsögðu Davíð Örn. Sko, í venjulegum bæ myndi hann heita Davíð Örn Steinsson, en það sem þetta er frá Húsavík þá er þetta Aðal Steinsson. Þú ert frá Húsavík, eða ekki? Já. Hverra manna er þessi strákur? Hann er sonur hans Aðalsteins. Já, og mamman, ég þekki mömmunar yfirleitt ekki. Ég er ekki eins og þú, ég þekki ekki allar mömmunar. Hvað Aðalsteinn er þetta? Er hann ekki bara Aðalsteinn Davíðsson? Er þetta ekki bara Alli Kúta? Er þetta bróðir Elvas? Nei, þú veist ekkert. Hvað Aðalsteinn er þetta? Ég veit, ég er ekki frá Húsavík, sko, ég er frá Sauðárkróki. En pældi líka, sko, ef við skoðum aðeins aftur meðalaldurinn.
þá meðalaldur Húsvíkinga aðeins upp á 24 ár í byrjanleginu. Sem áhugavert. Já, það nefnilega vægast sagt áhugavert. Markmaðurinn, þeir hafa náð að hanga í þessu í allar þennan tíma. Og setja svo í næsta gír. Já, og setja síðan í næsta gír. Það eru þetta ekki sjálfgefið heldur. Siggi Sör á barnadinn á. Gestur Aron Sörensen. Já. Það hann bönnum allt þessi mistri. Ekki farið við þær delur. Baldvin endar að koma með flottan punkt að við viljum kannski hafa fókusun á deildinni en ekki vera í einhverju fíblagangi í byggarnum. Nei, eins og þessi byggari. Eins og Völvararnir talum. Eru Völvararnir Tindastóll í annarri eða þriðju? Stysta leiði í Evrópunni. Já, með augnurinn. Það er rosalegt. Þegar það fór upp úr 4. Já, ég núna. Það var náttúrulega lágpunktur. Þetta er rosalegt. Það væri rosalegt. Þetta er svo skemmtilegt. Stólarnir kemur með 90 mínúna daggar. Líklegt dagsins. Eða Gunni myndi flega svo út úr glugga. Ég var að fá skýrslu hvernig markið var. Völvararnir fengu aukaspyrnu út á hægri kanti. Ólaf Jóhann átti frábæra spyrnu sem fann kollina á Davíð Erni sem skallar hann í hornið fjær. 4 lokamyndir framöndan. Segja okkar menn á fótbolti.net. Þetta eru, ég var eitthvað að grínast á þann. Þetta er hvað? Þetta er Hrannar, Hallgrímur, Sveinbjörn, þetta er Guðmundur, Ólaf Jóhann. Sæmilega en núna Gunni náttúrulega var með 2 seðla, hafa með hann Rashford að skora og að Tindastóll myndi vinna. Nú þeir báðir farnir í vaskinn. Já, alltaf lítur ekki vel út hjá Stólunum því að Stólunum merast vera í að spila stífum varnarleik. Vel var ég á Ramsdale. Þessi leikur er búið sá Aston Villa. Já, það er rétt. Förum í Aston Villa. Everton þarna. Já, Forrest. Það er allavega eina sem er eitthvað að frétta, sko. Nei, farið í Brighton. Það er 2-2 þar. Já, vissulega. Það er ekki stærsti leikurinn. Nottingham Forest Everton. Þetta er bettbildi leikurinn. Ég er með bett í gangi á Brighton Leicester en ég þarf 2 mörk. Þetta er bróðir Bjarni Aðalsteinssonar, segir systir Guðný Aðalsteinsdóttir. Takk Guðný mín. Hornin eru dottin, yfir 6,5 horn. Þau eru komin. Vel gert, hvað var stöðlinn á því? Já, hann var nógu hár. Ég þarf 2 frá Brighton hana. Sjáum aðeins bettbildurinn, maður sjá aðeins bettbildurinn. Það er svo vakalegt að þú hafir ekki vitað þetta, Hjörvar. Hvað? Að hann væri bróðir Bjarni Aðalsteinssonar. Já, þetta er frá Akureyri. Er það ekki Akureyringur? Já, en ég þekki ekki þarna í Eyjafirðinum. Nei, ok. Ég er yngjöfum tengt fyrir þar. Já. Er Jakob Hén Róbertsson, sonur Róbert Skarphéðins? Gæti verið. Já. Tryggvi Grani, nei. Jónas Grani, já. Þetta er, Þú mátt setja lífið þitt þar undir. Má ég sjá. Davíð er þetta frá Akureyri. Það vissi maður. Já, ég veit ekki. Þetta vissi maður. Ekki þá ekki, því meður. Þetta er ekki káa maður í markinu líka. Ivan Arborough. Jú. Þórðarsson. Já. Sjáðu þetta á eigamanninn Ágúst Marel. Hann er vel tengdur hérna inn á okkur og hann segir við Gunna að hann hefur enga trú á Stólunum. Eigamæðurinn geði því. Hann þekki boltan. Já, hann þekki boltan. KFS, leikmaður KFS. Nú er náttúrulega fitnesslevelið að kikka inn, sko. Já, það er nefnilega... Þar hafa vel... Já, ég veit nú reyndar að þeir eru búin að vera í svolítum mördaból. Stólarnir. Já. Sá einhver hefða mér síðustu viku. Það var mördaból, Geðvík. Já. Og menn að æla blóði. Já. Það er svona góðu mælikvarði að menn sé að taka því. Já. Herri, ég sá í build-upinu að markmaðurinn hjá Leicester var stattur fyrir utan vítateig vinstra megin. Ok. Áhugavert. En hér er Baldvin Jónsson með góðan punkt. Getur Naflin ekki bara hætt í daglegri vinnu og gera seðla þann daginn? Já, það verið stöða. Hann er heldur bara það verið stöða. Já, það verið stöða. Eigum að gera það bara? Eigum ekki að hætta bara og þú fer að betta á daginn? Ég held að það sé bara eina vinnu. Svo fer að ganga illa og kemur með lítið vídeo þetta sé vonlust. Já, nákvæmlega. En vestliði nýja DFT-diski minn, Naflin fer út á land. Já, það er best of diskur, ég verði að árita í kringlunni. Ég verði að árita í kringlunni, Jólin. Það er best of bettin. Nei, núna er búinir að, nei, hann veit ekki þetta rótminn. Nei, þetta er nú ekki... Reynum að vera fælir. Já, við skulum reyna að vera fælir. Svona guðarabænum. Þetta er nú ekki rétt. Ég er ekki búinn að græða fantasíliðin, nei, Jón Lárus. En hvað er útvanistur og eiginlega smíða þarna í Leicester? Maður smýr sig. En eina sem ég velti fyrir mér, geta mögulega verið of seint fyrir Leicester? Já, það er ekki.
Það er sem að En sko, það er mesta, sko, ég er náttúrulega búinn að fylgjast með hann, sko, ég myndi segja þetta væri... Er þetta ekki Hvað segirðu? Fáðu annað og mark frá bút. Guðspjald. Ég sagði ykkur það. Ég klikka aldrei. Er það færi? Og þeir eru að fokka upp sjálf. Nei. Yes, come on. Ok, yellow card komið þar. Já, ég og Hjörvar erum klárir. Er víti? Wow. Eða hvað er í gangi? Ídris Gana G var að brjóta, væntanlega víti. Nei, bitu. Ídris Gana G, Er hann að fara yellow card. reddara? Yellow card, Ídris Gana, ok. Það er víti, segirðu? Nei, ég veit það ekki. Ég var bara, Ekki þið setja á leikinn, strákar. Nei. Sjá. Og boltinn út í vinstra megin. Callum Hudson-Odoi á Murillo. Sjá. Óla litli æna. Milenkovic og þetta er hotspinna. Hvað þýðir þessi hot? Nei, byrju. Hæ? Við fórum inn í VAR-check. Ok, hann er nú mannlegur eftir allt saman. Já. En herri, ég var að fá tíðindi frá Sauðárkróki. Völurarnir eru bara að gefa á milli bíð eftir framlengingu. Því að þeir vita þeir eru að fara að keyra yfir þá. Hvar varstu að fá þessi tíðindi? Það er ég að fá þetta. Frá Gamla góða. hjá mínum manni á Af því, Krók. er það kannski mögulega að býta Tindastólsmenn í rassin að vera með 4 á bekknum? Já, það gæti bitið. En þeir eru bara að spila possession einasnertinga bolta. Völurarnir núna. Og láta Eru að fara að framlengja sónið og vera hérna í vít? Já, við erum að vera hérna til að vera 6, við erum að fylgjast með leik. Nei. Jésús. Anskotin. Færi á völurum. Tjekk, hvað er svona út af? Það held ég. En er ekki Rútsvan Eistrói að taka svolítið svona handboltaleiðin á þetta? Hann fær liðið í efstu deild, fer með það niður, byggir það upp og fær síðan hreint blað aftur í efstu deild. Hvað segirðu? Er ekki Rútsvan Eistrói svolítið að fara handboltaleiðin á þetta? Þetta er svona eins og sem við þekkjum úr HK í handboltanum. Þú einhvern veginn fær liðið uppi, fer með það niður og kemur síðan með það aftur upp. Já, það er frábær punktur. Frábær punktur. Já, hérna. Þurftu HK Þetta er 30 ára planið. Þurftu HK ekki að gera það eitthvað 5 sinnum með það? Nei, þeir hætti alltaf á aðru ári. Þetta var alltaf 30 ára planið, síðan hættur alltaf árið 2 og tóku 9. Herri, byrju, af hverju? Mennur að segir okkar allra besti bettari. Þegar Sören segir það, á tökum við það. Þegar Sören segir það og sleppi ég því, þá held ég veskinu mínu í vasanum. Er að spila golf í 25 gráðuna með Doxon í eyrunum. Liðið hefur sjaldan... Já, segir Ingimar Elvar Ágússon og hann hefur... Ég segir nú bara Guð blessi þig. Guð blessi þig. Já, hver hefði séð fyrir það svo á Predrum myndi skora? Hvað er aðal leikskólalagi í dag? Ég fór aldrei í leikskóla, þannig að hvað eru menn að syngja á leikskóla? Já, það er náttúrulega aðalagi er þetta bara matalagi. Hvernig matalagi? Hvað er í matinn, hvað er í matinn, hér í dag? Góðu fiskibólur, góðu fiskibólur, nammi, nammi, allur matur á að fara upp í munn ofan í maga. Heyrið það, svo ekki gauli garnirnar. Já, þetta tækið meistari Jakob og svona færið það í nýjan búning. Já, setjum við svolítið í nýjan nærbuksu. Þetta er gott. Já. Þetta er gott. Þannig að, en þið svona á leikskólum er ekkert farið inn í svona erfiðari lög eins og þeir eru átt í Kotikhátt? Nei, við erum ekki farið. Meira svona dúkkan hennar Dóru. Dúkkan hennar Dóru, er það ekki svona hálf? Dúkkan hennar Dóru var með sótt. Hún hringdi og sagði læknir koma fljótt. Læknirinn kom með sína tösku og sinn hatt.
Hann bankaði á hurðina, ratatatata. Hann Skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus. Og strax skal í rúmið og ekkert raus. Hann skrifaði á miða hvaða pillur skildi fá. Ég kem aftur á morgun en hún enn veik þá. Já. En síðan er þetta mitt uppáhaldslag. Það er Vertu til ef voru kallar á. Það svolítið svona, ljáir mér hver sem vill fyrir það, en það mitt uppáhaldslag. Vertu til ef voru kallar á því. Vertu til að leggja hönd á plóg. Komdu út í að sólskinni við sjá því. Sveifla hag og rækta nýja skó. Hei! Já. Ég bara orðlaus, sko. Akkur þeir að taka markaskoraðan sinn út? Býtu, Tommy G að stunda kynlíf með konu með Dogson í Bluetooth. Tommy G, hann bara í rólega, þetta rólegt hjá hann. Það ekkert eitthvað allt og tensað. Við erum með Brighton. Everton. Kili með fjárstyrkunum. Já, hei, ég nú svakalega góður í dag. Nei, þetta var ekki alveg tempóið sem við vildum. Mark! Everton! Abdullah Doucouré! Já, dokkarinn stóð við sitt, naflinn stóð við sitt. En hvað gerðu Gunnar Birgisson og Kili? Ég er að setja núna, ég var með aðna Chris Wood mark. Eftir alla þessa harða vinnu sem við... Ég náttúrulega, ef að þriðjaliðið hefði verið með okkur í liða, þá hefði náttúrulega komið rauðspjald þarna til 20 minútur. Enga verið að væli við Dómgæst í nótt og fórist Everton, ekki nóg að væli við röddum. Kili, megum við alltaf ekki sjá markið? Dómgæstlega á heilanum, Hjörvar, segir svo alltaf að vera með þeim í liði, svo Megum að fara Aston Villa. Það er mark hérna. Já, við fengum ekki að sjá markið Everton, en... 3-0. Hann hræðilegur á festingunum, ég sá ekki markið á Everton. Nei, ég veit það. Hún í mætturökstæði. Já, vá, þriðja markið, geðu þetta að sjá það. Everton að setja sigurmark, bara snúa töflun upp á gólf. Vondarvinninga núna, Aron Ramsdale, hann í mynd. Nærðu sig. Já, Anna víti. Var það víti sama leik? Alveg eins víti. Ekki breyk. Alveg eins víti eiginlega. Er hann ekki komin lengst af línun líka? Náðu ekki markinu hérna svona leit? Nei, þú nærði ekki, hún að skemma þetta. Já, ég enda að sína það. Það býtum við, maybe þú tekur ömulega gólseflu. Maður er sæmilega öflugur á fjæstringunum. Swinger swing. Nei, og síðan bara á miðju, já, geðvitt. Swing bara. Heyrðu, það kemur mark hérna, ég ætla að lesa leikinn. Sýndum mér þetta mark, já, takk fyrir markið, mér langar að sjá Everton markið. Heyrðu, Asensio fekk punktinn það ekki afleiða umræðina Gunnar, það er mark dæmt af völlurunum. Já, ég meina hvað, hann tímasetti hlaupið sitt bara illa. Iniago Albisuri, hann tímasetti hlaupið sitt illa. Eitthvað sem segir mér að þriðaliðið hafi nú verið aðalhlutverkið þarna. Ég held að Brighton fái breyk. Núna má ræða þriðaliðið. Leicester er hann að vinna leik, sko. Já, ég sé það núna, sko. Mikil, en hann endar þetta á mikil pressa hjá völlurunum þessa stundir. Já, en völlurarnir eru bara núna að spila tveggjastendingabolta, að láta hérna Króksson að hlaupa bara. Þeir að sprengja á. Já, vita þetta, þeir eru ekki með neitt á bekknum. Þetta er bara svo stjarnan í körfuboltanum. Það er ekki bekkur til að baka þetta. Það er ekki nema bara landsliðsmaður á bekknum, það er ekki meira það. Já, ekki meir en það. Nei, Rúvararnir fengu þjálfarinn hjá Tindastóll til að lýsa og hann sagði með þyrfti ekki leikmann. Já, Baldi, núna eru þeir að söffera fyrir það. Það er ekki inn á bekknum að það hjá. Já, Benny Gummis, hann sagði maður ekki taka neitt. Nei, þú ekki taka neitt. Nei, sko, málið er sko, það er ekki mesta bara, það er mesta soðning sögunar. Nei, sko, nei. Já, það er 3D soðning. Ráða sig inn hjá Rúf og koma með ráðvikt. En þeir verður líka átt ykkur á því að sko stjarnan tekur auka bakvörð en lætur hann fara rétt fyrir úrslitakeppni að því að þeir held að hann var að skemma móralinn í liðinu. Eða skemma eitthvað. Hvernig getur hann skemmt móralinn? Nei, skemma eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Hvað er Brighton að gera? Heyrir í ykkur ruggli. Njarðvík. Breyk á þá, ég er að segja það. Ég var að setja 50 dúllur á Brighton. Herru, Baldvin Jónsson. Baldvin Jónsson. Félagið minn setti 25 eurur á Asensio gól. Erfiðu dagur, 2 klikkur víti. Sjáum hann á Mónakó í kvöld. Framlegging. Já, ég vil ekki að klappa fyrir stólunum að standa í fyrstu deildarliði Völlara og fara með það í framleggingu. Þeir höldruðu inn í framleggingu. Hvað segir þetta með kalt henni? Þetta er frábært, þetta á að vera algjör gjá á milli þessum liðar.
í budget Þú fær alltaf í vörð, ég voru að klappa fyrir það. Ég ætla að klappa fyrir stólnum og ég meina það. Ég meina það Eiríkur. Ok, heldur þú að stólarnir séu dýrari heldur en Völarnir eru dýrari? Já. Nei, heldur það? Já. Ég held að stólarnir séu miklu dýrari. Já, herðu, leikmaður nummer 7 Allir þessi gæjar eru íbúð, Leikmaður nummer 7 á bekknum, heldur hann sé að spila þarna fyrir. Heyrðu, Estu Pinjan að sleppa? Bíddu, þetta er ekki búið. Nei. Ekki segja neitt svo, það gerist eitthvað. Svo eins beðin að þegja. Já, og allir líka. Þegar hann tók á okkur Valencia momentið. Hugo Dorro. Það var reyndar Það var helvítið hann að það. Já, ég er að segja. Tók á okkur það moment. Þegar Hugo Dorro skoraði. Hvað er hann að gera? Jú, hann er þetta. Kóngurinn. Sjá til þess að hæri þannig ég var ekki að hraun yfir hann með hann ekki á svæðinu. Maður sjá á að geta að fara yfir Tenerife CD-æventýrið. Halda þessu upp. Eru Tenerife að smalinn sigra núna? Ég hef búin að dæma á niður. Já, ég á Tenerife 3, þetta eru mínu menn. Býtu, þeir voru svo langt fyrir neðan alltaf að ég hætti að fylgjast með þeim. Býtu nú við. Þeir eru konum með, þetta eru 4 sigrar síðustu 5. Er ekki líka bara... Hvað er gangi á Tenerife? Já, ég held líka bara... Og þeir eru bara og þeir eru bara 9 stigum frá því að halda sér. Þetta Tenerife... Það eru bara ekki leikir eftir. Nei, það eru 4 leikir eftir. Nei, sko... Það var eins gott að Sverrir... Þetta er sjálfur Sverrir Hermannsson. En máli er ekki að sko, Tenni er að fara í sinn besta fasa. Núna náttúrulega er páskafríið í vændum og þá er náttúrulega allir Tenni stuðningsmenn Íslands að mæta og styðja liðið. Þannig að nú hljóta er að taka einhver stig á heima. Ég hef aldrei skilið sko, því að nú er mikill margir í Íslandi sem hafa áhuga á körfubolta. Þeir sem að fara til Tenerife, það er hörku körfuboltaliða. Hörku höll. Það hafa einhver ég hef séð einhver snöpp á einhverjum Íslíku verið að fara á þess að Tennileiki í körfubolta. Daniel Guðni var í síðustu viku bara. Og ég hef farið á leiki á Tenerife í fótboltanum. Já, Tenerife City ævintýri, jú, þetta er vissulega ævintýri en það betum ofur tuguskall því að reyða þar og það eru þarna einhverjum 9 stigum fyrir von. Hafið þið eitthvað skoðað málefni Ístra? Ég er bara að segja að þeir eru hvorir að spila raskat. Bara 0 mínútur, báðir, Logi og Daniel Djuric, bara... Logi er búin að spila ykkur 4 leiki síðan að koma hana, sko. Já, fá bara ekki að snetta völlin, sko. Nei, og við þekkjum það að Króatinn, hann er ekki að gefa mikið af sjönsum. Nei, við fengum aðeins að smakka því. Heldur fast heldin. Já, við kynntumst því líka bara eigin skinni. Já, úlingurinn er að koma aftur á þinni og lestir og má ekki vera með auglýsinguna framan á sér. Já. En það var hins vegar barn á bekknum hjá Tindastóli í körfuboltanum með flennistóra Carlsberg-auglýsingu framan á sér. Hvað ert að segja? Já. Í leik Keflavíkur og Tindastóls. Já. Og ég hafði samband við bæjaráðið á Sauðárkróki. Já. Það var gamall liðbúlbúningur sem barnið var í og létu við það. Og ég veit svo sem ekki hvað var gert en mér hefðist allavega svona ég verið allan að þess skildur til að láta við það. Það var barn þarna röltandum með Carlsberg-auglýsingu. Þetta er afar ósmekklegt. Er það í lagi? Nei, það er það ekki. Og þetta er afar ósmekklegt. Og hans í settur í þá stöðu að vera tróðið einhverju Carlsberg-auglýsingu á hann. Það var hrikalega leiðilegt en ég heyrði allavega í félagsmála yfirvöldum á Sauðárkróki. Já, og þetta er væntanlega komið... Daniel Djuric er nú búin að spila eitthvað. Þau lofuðu mér að taka mál. Já, þetta er væntanlega komið eitthvað gott ferli. Nokkra leikir hann Þetta er komið í ferli. Það er búið á Brighton og Leicester. Kynni hlustring. Allstað búið Everton var Nottingham Forest. Og það er leiðilegt ef Nottingham Forest myndir missa meistaradeildinni. Vá, meira sér 5 sæti. Ég beði eftir að sjá að spila í meistaradeildinni. Villa pakkuðu saman Southampton. Mæsum, hvernig lítur þá deildin út? Þetta er að byrja, sorry, ég spara einu annað strákum mínir. Ok, staðan, hún lítur svona út. Já. Áður en ég kveð, þetta er staðan. Ok, Villa er komið í meistaradeildarsæti. Það er bara ekkert flóknir að það. Chelsea og auðveldan leik framöndan. Newcastle fá varalið Manchester United. Við sjáum eins og að núna klukkan 16:30 er Arsenal að spila. Hvernig lið er Arsenal að tefla fram? Já, tjekkum að því maður. Að sjá hvaða lið, það er svo sem... Já, fáum ekki fyrir þetta korter, ekki? Nei, þetta er komið. Þetta er komið, það er hólur. Nú, Já, ég fatt ekki klukkan núna. Sko, þetta er náttúrulega...
Þetta er náttúrulega bara sterkast liðið Arsenal listan akkurat núna. Nei, vantar Öddi, vantar Skelly. Ekki bara slúta þessu. Þetta er ekki bara ég held að Sigurður Jónsson hafi orðað þetta ákveðlega. Er þetta ekki besta liðið þeirra? Vantar Merino-öllina. Þú ert dásamlegur. Þú ert alveg dásamlegur. Nei, þetta, ég held í alvörinu að mér hafi aldrei verið jafn mikið sama hvernig leikurs verið hjá Arsenal. Já. Aldrei. Hvað meinarðu? Ensku úrvalsdeildinni? Já, bara. Það er 60.000 Arsenal aðdándur á vellinum á heimavelli. Já. Það senda hós. Og það er nú ekkert, og veitu það nú, það er nú ekkert ódýrt að kaupa sinna og leika á Arsenal. Hvernig var tilfinningin að sjá Anne Hathaway syngja Northland? Herðu, sú var glæsileg þarna á Instagram og var hérna að fá myndir af sem með leikmönnum og eitthvað, geggið. Það er algjörlega geggið. Anne Hathaway, Kim Kardashian, allar þessar helstu, það er haldum að svona. Herðu, já, einmitt. Hérna má ég sjá eins... Já, einmitt, ég finna mynda. Já, bara fínt þær með að halda með þeim, sko. Ég held að þú vilja hafa gott celeb entourage. Já, er ekki allar einhvern klánvídeóum eða? Nei, eru það? Halda þeim frá. Er það sem að... Það er ekki það sem hefur byggt upp veldið. Það er ekki það sem hefur byggt upp veldið hjá Kim Kardashian. Jú, hún er ekki hver hún var fyrir þetta klánvídeó. Já, en heyrðu, hún er með bara mjög successful fatabrand og við svona ekki fara að smána. Það skiptir engum máli. Viljum var að loka League One. Þeir eru búin að komna upp úr. Það skiptir þetta, Gunni Birgis, þú har aldrei skoðað Kim Kardashian fyrir en ég leti hafa vídeóið. Ég horfði á Keeping Up with the Kardashians alla seríuna, sko. Þegar ég mætti með ísfötuna, ég hafði aldrei séð þetta, rak og spóluna handaði. Nei. Herri, hérna, sjáum líka aðeins byrjunarliðin hjá Dortmund og Bayern, því að Harry Kane að fara að vinna landstitil á undan... Það er rosalega. Og undan Tottenham. Hvað steikir í markinu á... Undan Tottenham. Bayern. Hann var líka í... Hann bara eitthvað svo fyndi mynd á hann og eitthvað. Já, þetta er bara krakki. Orðvík. Og þetta er svona... Þetta er auðvitað bara liðið hjá Bayern. Það er bara ekki betra þetta þessa myndir. Nei. Það eru tölur meðslið þarna. Og... Þannig að svoleiðis það, maður sé stöðuna í B-deild í Englandi. Hvað þýðir þetta tap hjá Sheffield United í dag? Ég veit að það eru margir sárir að sjá að þeir töpuðum. Þetta eru orðin 5 stig. Já, þeir eru með 3 töp í röð. Fyrir það sem alltaf fylgjast með Masters, þá er ekkit, það liggur ekkit á. Þetta fjörið byrjar ekki fyrir upp úr 6 í dag. Eða svona 6. Þannig að það er þetta íhuga og slaka á fram að því. Hvaða lið vil ég fá upp aðna í? Er þetta ekki Sunderland alltaf? Eða Coventry? Er verið að gera Sunderland til að það eitthvað? Ekki hugmynd. Mér fannst það frábærið þetta. Rúllandi einhvern veginn kamera. Já, sérstaklega fyrstu seríurnar. Já. Tjekkum á League One. Og ég sjá League One hérna. League One áður en við... Pálmi að spyrja þig hérna, hvar fær maður páskaboltan frá Sambo? Er það ekki bara öllum helstu? Nei, þú færð hérna þristækin í öllum búðum. Þessi egg eru eingöngu fyrir fjáraflan. Þetta er svona fyrir félagasamtökin í landinu. Börjum að loka titlinum. Fyrir félagasamtökin á Dóttarfútból. Tom Brady með þetta clutch gene. Verður ekki að spila, sko. Nei. Wrexham, ákveður voru ekki réttöfli? Já, voru ekki réttöfli. Já, þetta er þá ekki komið hjá. Nei. Réttöflið vikan. Það væri gaman að sjá Wrexham ekki fara upp. Nei. Hollywood heitir hana. Já. Þá væri ég meira greinilegt að Stockport. Bandarísku eigendurnir, þeir ganga upp þarna, þeir ganga ekki upp alls staðar. Nei, það er horrið. Nei, ég minna Tom Brady, hann veit ekki mikið. Flottir Arsenal. Knattspyrnu, en hann veit 1-2 hlutum að vinna. Ekki hjá. Hvað betur síðan að Arsenal mann síðast titilinn, hvað er United búin að vinna oft? 6 með það? Enska meistaratitil? Já. Shit. Það var verið ég ætla að hringi í sjúkrabíl fyrir þetta burn. Amerískir eigendur. Já, en hvar eru þeir núna? Ég ætla að hringi í sjúkrabíl fyrir þetta burn. Þeir eru á leiðinu undanúrslit. 13. Þetta burn. 13. Still in Europe. Já. Still undefeated in Europe. Þetta tímabil snerist alltaf Evrópu. Já, það er bara ekki fyrir tímabil. Jú, allt ekki. Við höfum báður það ég og naflinn í okkar eigin hlaðvarpi. Hittust fyrir mót, þetta snerist alltaf Evrópu. Er þetta ekki 12 ára sársöka? Hvaða sársöka? Byrja maður ekki strax? Nei, ég meina, hvað eru mikli titlar á milli?
Ég tala bara Champions League og deildartitilri, þið með tala hérna. Það bara ég. Já. Herðu, Jóndaða effekt hjá Burton sem komnir úr fallseti. Þetta frábært dæmi hjá Burton Albjörn. Já, hann klappar. Snorra, syngur og trallar. Herru, ekki komið gott? Búlis, góður. Dótó fútból, þakka fyrir sig og við sjáumst næst hér páskana. Verið sæl.